Fundi er fram haldið á Alþingi. Tekið fyrir að nýju fyrsta dagskrármálið fjármálaáætlun 2019–2023. Stjórnartillaga 494. mál á þingskjali 716. Nefndarálit á þingskjölum 1077, 1095, 1107, 1128 og 1129. Breytingatillögur á þingskjölum 1130 og 1131. Framhald síðari umræða atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsluna. Já. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, engin sundurliðuð kostnaðaráætlun, illa skilgreind markmið, samóengir mælikvarðar, spurningum ekki svarað, mjög takmörkuð umræða. Aftur. Virðulegi forseti, við erum aftur að gefa afslátt á lýðræðislegri umræðu og umfjöllun ríkisfjármálin. Er það ekki hlutverk þingsins að veita stjórnvöldum aðhald, að sinna virku eftirliti með valdhöfum og hvernig þeir fara með gefin völd? Þessi fjármálaáætlun stenst engar gæðakröfur, ekki einu sinni þar sem við setjum sjálfum okkur í lögum opinber fjármál. Píratar telja því ekki tækt að samþykkja þessa áætlun, leggja til að henni verði vísað aftur til ríkisstjórnarinnar og setja hjá í annars ágætum hugmyndum breytingatillögur. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ólíkt stjórnarflokkunum sem leggjast algjörlega í dufti fyrir ráðherrum sínum og gera engar breytingar á 5.000 milljarða króna fjármálaáætlun sinni leggur Samfylkingin hér fram 10 breytingatillögur. Þessar tillögur tryggja nauðsynlega fjármuni til Landspítalans, til skólanna, barnabóta, vaxtabóta, öryrkja og aldraða, svo eitthvað sé nefnt. Breytingatillögur Samfylkingarinnar eru fullu fjármagnaðar með því að breyta fyrirhuguðum skattaáformum ríkisstjórnarinnar, en tillögur stjórnarflokkanna gagnast aðallega ríkum karlmönnum og bönkum. Fyrr í vikunni var þessi ríkisstjórn tilbúin að færa kvótagreifum og skattakóngum 3 milljarða með lækkuðum veiðigjaldum. Ríkisstjórnin þurfti að bakka með það mál og því hljóta stjórnarþingmenn að geta samþykkt eitthvað af tillögum okkar sem renna til aukinnar velferðar. Ef ekki, þarf þjóðin að spyrja sig þeirra spurningar: af hverju eiga útgerðarmenn stuðning ykkar allan en ekki aldraðir, öryrkjar eða barnafólk? Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég er mjög ánægð með þessa fjármálaáætlun sem hér liggur frammi, því í henni er efnt það sem lofað var fyrir kosningar og blásið til sóknar. Sóknar í þeim málaflokkum sem varða þjóðina mestu, og þar nefni ég að sjálfsögðu heilbrigðismálin, en líka í menntamálum sem hafa legið óbætt hjá garði, samgöngumálum þar sem svo sannarlega er þörf á viðbótum, kjarabótum fyrir örorkulífeyrisþega og ég hlýt að nefna líka umhverfis- og náttúruverndarmál sem fá nú aukið vægi í þessari fjármálaáætlun langt frá því sem við höfum áður séð. Það vinnulag sem við höfum viðhaft við innleiðingu laga opinber fjármál hefur verið lærdómsferli og það er áhugavert að lesa umsögn fjármálaráðs og halda áfram að læra af þessu vinnulagi frá ári til árs. Þar sjáum við að okkur hefur farið fram og okkur á eftir að fara fram í því að horfa til lengri tíma í ríkisfjármálum, en fyrst og fremst er það mikilvægt að hér er verið að blása til raunverulegra sóknar eins og krafa hefur verið uppi í samfélaginu mörg undanfarin ár og ég er stolt af því að fá að greiða atkvæði með þessari fjármálaáætlun. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, þessi áætlun er í samræmi við samþykkta ríkisfjármálastefnu. Hér birtist forgangsröðun mikillar uppbyggingar samfélagslegra innviða. Hér erum við að bæta verulega í útgjöld og fjárfestingar til heilbrigðis- og velferðarmála, menntamála og samgöngumála og fleiri sviða samfélagsins. Auðvitað má margt bæta í verklagi, greiningu og framsetningu. Í áliti meirihluta er að finna ábendingar og sameiginlegar ábendingar fjárlaganefndar og svigrúm er til að taka tillit til við næstu fjárlagagerð og endurmat áætlunar að ári. Áætlunin er útfærsla ríkisfjármála til framtíðar, sóknaráætlun og að gefnum forsendum stenst áætlunin þær kröfur sem lög opinber fjármál krefur.
Því leggur meirihluti fjárlaganefndar til að hún verði samþykkt óbreytt. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, í 100 ára sögu fullveldisins höfum við sprengt á okkur vel á annan tug mismunandi leiða í peningastjórn til þess að tryggja hér stöðugleika og lágt vaxtastig. Þrátt fyrir háværa gagnrýni, þrátt fyrir að tilurð laga opinber fjármál sé einmitt að efla þátt ríkisfjármála í hagstjórn hér á landi, að þá fellur þessi ríkisstjórn kirfilega á því prófi. Hér enn og aftur lagt upp í þá vegferð að stórauka útgjöld á hápunkti þenslu. Reikningurinn verður sendur almenningi í landinu í formi hærra vaxtastigs en ella með tugmilljarða, jafnvel 100 milljarða króna kostnaði. Viðreisn mun greiða atkvæði gegn þessari fjármálaáætlun. Hún stenst ekki grundvallarviðmið laga opinber fjármál varðandi sjálfbærni, varfærni, stöðugleika eða festu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, forsendur fjármálaáætlunarinnar eru byggðar á óraunsærri bjartsýni á þróun efnahagsmála til næstu 5 ára. Í áætluninni er verið að búa til væntingar fjárútlát sem síðan gæti reynst erfitt að standa við. Óvissa ríkir efnahagsþróun til einungis 1 árs og hvað þá 5 ára eins og áætlunin tekur til. Af þeim sökum er nauðsynlegt að stjórnvöld upplýsi hvernig þau hyggist forgangsraða, bæði ef efnahagsþróunin verður hagfelldari eða verri. Fyrir því er ekki að fara í áætluninni og er það mikill annmarki. Miðflokkurinn getur ekki stytt tillöguna og greiðum við því ekki atkvæði. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, sú fjármálaáætlun sem nú liggur frammi, og hún er vonbrigði og við höfum ekki dregið neitt dul á það. Auðvitað má alltaf gera betur, en í því tilviki sem við horfum upp á núna til næstu 5 ára, 5.000 milljarðar, þá er náttúrulega næsta víst og algjörlega óumdeilt að sá þjóðfélagshópur sem hér situr við skerðastan hlut og býr hér í fátækt, hann fær að halda því áfram næstu 5 árin. Það er alveg á hreinu. Á meðan að ríkisstjórn sem getur lækkað bankaskatt 7,3 milljarða, getur tekið 14 milljarða í að lækka 1% af neðra skattþrepi sem kannski skilar einhverjum 100 köllum til þeirra sem verst eru settir en meira til hinna, þá er alveg ljóst, það er ljóst virðulegi forseti hvar þessi forgangsröðun liggur og það er sannarlega ekki á fólkinu sem þarf mest á aðstoð þessara ríkisstjórnar að halda. Því mun ég á engum tímapunkti styðja þessa tillögu eða áætlun. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég álít að það sé til marks gæði þessarar ríkisfjármálaáætlunar að hún er gagnrýnd úr margvíslegum mismunandi áttum. Sumir talsmenn háttvirtrar stjórnarandstöðu koma hér og gagnrýna það að hún sé óvarfærin og feli í sér of mikil fyrirheit útgjöld, meðan aðrir koma hér og segja að það sé verið að ganga allt of skammt í þeim efnum. Ég held að ríkisfjármálaáætlunin endurspegli ákveðið jafnvægi í þeim efnum, jafnvægi milli ábyrgrar ríkisfjármálastefnu, ábyrgrar stefnu þar sem ekki er verið að eyða efni fram og hins vegar ákveðin sóknarhugsins og hæstv. Forsætisráðherra nefndi hér áðan, þar sem vilji er til þess að bæta úr á mörgum sviðum opinberrar þjónustu, innviðauppbyggingar og framkvæmda. Þannig að ég styð þessa áætlun og við þingmenn Sjálfstæðisflokksins gerum það í sannfæringu það að hún sé ábyrg, framkvæmanleg og skynsamleg miðað við þær aðstæður sem við búum við. Í nefndaráliti á þingskjali 1095 er tillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar Birni Leví Gunnarssyni að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti. Þessi fjármálaáætlun stenst ekki þær kröfur sem Alþingi gerir til hennar samkvæmt lögum opinber fjármál. Skortur á rökstuðningi og upplýsingum stefnu stjórnvalda gegnumgangandi í þessari fjármálaáætlun. Ekki bara í áætluninni sjálfri, heldur einnig þegar ráðherra mætir fyrir þingnefndir. Þá fáum við upplýsingar eins og við ætlum að kaupa skip en við erum ekki útvegað neitt pening í það. Hvað á maður að gera þegar svoleiðis sagt? Tillagan einföld, vísum þessari áætlun aftur til ríkisstjórnarinnar, þar sem getur komið bara með nýja í sumar, afgreiðum hana 8. júlí, málið dautt. Atkvæðagreiðsla stendur yfir tillögu að vísa málinu til ríkisstjórnar. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan felld með 31 atkvæði gegn 16, 10 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1130 liðir A til J eru breytingatillögur frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar Ágústi Ólafi Ágústssyni við tillögugreinina. Fyrst verða greidd atkvæði A-lið breytingatillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Logi Einarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, þörfin fyrir alþjóðlegri samhjálp hefur sjaldan verið meiri. Tugir milljóna eru á flótta undan stríði, ofbeldi, fátækt og vaxandi loftslagsógn. Þessi hópur mun stækka mikið í framtíðinni. Ísland 11. ríkasta þjóð í heimi, en við erum samt langt undir þeim markmiðum þróunarsamvinnu sem sett eru hjá Sameinuðu þjóðunum. Með því að samþykkja þessa tillögu getum við stigið stærra skref í að gangast við ábyrgð og gera heiminn betri. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan, A-liður breytingartillögunnar felldur með 30 atkvæðum gegn 7, 19 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði B-lið breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, þegar fjármálaáætlunin var kynnt gerðu ríkisstjórnarflokkarnir mikið úr þeirri aukningu sem átti að renna til samgöngumála og var talað stórsókn í því samhengi. Þegar málið skoðað frekar kemur í ljós að þeir fjármunir sem eiga að renna til samgöngumála á tímabilinu eru einungis í samræmi við 5 ára meðaltalsútgjöld til samgöngumála og eru jafnvel undir 10 ára meðaltalinu. Þá ljóst að þeir fjármunir sem að renna til málaflokksins eru ekki nálægt því að mæta þeirri þörf sem til staðar og ekki neinu samhengi við því að stór átak ríkisstjórnarinnar sem boðað var í stjórnarsáttmálanum. Herra forseti, Samfylkingin leggur hér til milljarðs aukningu á ári. Herra forseti, ég segi já. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 30 atkvæðum gegn 10, 16 greiða ekki atkvæði. Næst verða greidd atkvæði C og D liði breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, Íslendingar hafa verið mjög ötulugir og duglegir við að byggja glæsileg hús fyrir skóla sína, glæsileg skólahús, en okkur hefur verið nokkur mislaðar hendur með rekstur þessara skóla. Eftir áralangt fjársvelti skólana þá gaf ríkisstjórnin fögur fyrirheit stórsókn í menntamálum, en þeirrar sóknar sér lítt stað í þessari fjármálaáætlun. Samfylkingin hyggst bæta úr því með þessari breytingartillögu. Herra forseti, ég segi já. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 31 atkvæði gegn 10, 16 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði E og F liði breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Guðjón S. Brjánsson. Eru það fleiri? Nei. Herra
forseti. Það skortir gríðarlega á að áherslumál sjúkrahúsanna séu viðurkennd. Þróun eftirspurnar er með öllu ófjármögnuð. Hvorki Landspítala, Sjúkrahúsinu á Akureyri eða öðrum heilbrigðisstofnunum er gert kleift að bregðast við aðstæðandi verkefnum og stöðugt vaxandi kröfum. Það sem við blasir er áframhaldandi samdráttur hjá heilbrigðisstofnunum, undanhald en ekki uppbygging. Ekkert í fjármálaáætluninni bendir til bata í heilsugæslunni á landsbyggðinni og það er mat stjórnenda að það vanti að minnsta kosti 1.500 milljónir til þess að hægt verði að standa við yfirlýsingar viðsnúning og uppbyggingu á tímabilinu. Ríkisstjórnin lofar 550 nýjum hjúkrunarrýmum á gildistíma áætlunarinnar. Þessi rými eru ekki fjármögnuð. Þeim mun ekki fjölga nema í besta falli 150 ef áætlunin gengur eftir. Það er á þessu sviði eins og svo mörgum öðrum verið að slá ryki í augu almennings og þetta getum við ekki stutt og leggjum þess vegna fram þessa breytingartillögu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 31 atkvæði gegn 9, 16 greiða ekki atkvæði. Þá er greidd atkvæði G og H-lið breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. 8. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, ávísun á fátækt og eymd. Ávísun á fátækt og eymd. Þetta er orðrétt álit Öryrkjabandalags Íslands á fjármálaáætlun ykkar. Er þetta erindi ykkar í pólitík? Þeir auknu fjármunir sem eru tryggðir til aldraða í áætluninni eru fyrst og fremst vegna fjölgunar í þeim hópi. Og þegar kemur að öryrkjum er hækkunin umfram fjölgun einungis 4 milljarðar sem duga ekki einu sinni fyrir þriðjungi af afnámi krónu á móti krónu, hvað þá fyrir öðrum kjarabótum. Samfylkingin vill bæta hér úr og leggur því til aukningu upp á 4,5 milljarða. Hér er því tækifæri fyrir þingmenn stjórnarflokkanna að standa við þau loforð sem þeir hafa allir ítrekað gefið öldrum og öryrkjum. Hættum að láta þessa hópa alltaf mæta afgangi. Ég segi já. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan er felld með 31 atkvæði gegn 10, 16 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði I-lið breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ágúst Ólafur Ágústsson, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hér göngum við til atkvæða að setja svipað upphæð í barnabætur og þingmenn Vinstri grænna hafa barist alla vikuna að færð yrði til kvótagreifa og skattakónga. Nú hafa stjórnarþingmenn tapað veiðileyfagjaldamálinu en svigrúmið 3 milljarðana hlýtur að vera ennþá fyrir hendi, ekki satt. En í fjármálaáætluninni er ekki sett króna til viðbótar við barnabætur. Samfylkingin vill hins vegar styðja betur við barnafjölskyldur enda er allt of dýrt að vera ungur á Íslandi í dag. Fyrir 5 mánuðum felldu þingmenn VG tillögur okkar aukna fjármuni í barnabætur. Ég trúi því ekki að VG ætla að gera það aftur hér í dag. Erindi VG í stjórnmálum er ekki að fella tillögur aukna barnabætur en mér sýnist að Vinstri græn hafi gjörbreytt erindi sínu fyrir 3 ráðherrastóla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni er lokið. Breytingartillagan er felld með 31 atkvæði gegn 10, 16 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði J-lið breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og 85. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, það eru grundvallarmannréttindi að eiga húsnæði og mikilvægur þáttur í því að börn búi við öryggi og geti þroskast á farsælan hátt. Það hefur þó aldrei verið jafn dýrt að koma sér upp húsnæði og núna og Samfylkingin vill með tillögu sinni koma á móts við þennan hóp. Takið eftir því að þessi tillaga kostar svipað og það sem að ríkisstjórnin taldi sig að hafa svigrúm til fyrir örfáum dögum síðan að lækka álögur á útgerðin í landinu, stórútgerðina og fólk sem ekkert hafði með þá fjármuni að gera. Nú er búið að fella allar tillögur Samfylkingarinnar og eftir stendur
nákvæmlega svo að segja þessi upphæð sem að ríkisstjórnin og stjórnarliðar töldu sig geta fellt af útgerðinni. Ég trúi ekki að félagshyggjufólk hér í salnum styðji ekki við þetta mál. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 31 og atkvæði gegn 10, 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1131, liðir A til C, eru breytingartillögur frá 3. minnihluta fjárlaganefndar Birgi Þórarinssyni við tillögugreinina. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, þessi tillaga gerir ráð fyrir sérstöku aukaframlagi árlega til næstu 5 ára til lögbundinna stofnana ríkisins á Suðurnesjum, Heilbrigðisstofnunar, lögreglu og Fjölbrautaskóla Suðurnesja, vegna fordæmalausrar fólksfjölgunar á svæðinu og leiðréttingar á lægri framlögum undanfarinna ára í samanburði við stofnanir á landsbyggðinni. Heildarupphæðin er 700 milljónir og skiptist niður á 5 ár. Hún er fjármögnuð með 7% af hreinum tekjum ríkissjóðs af sölu eigna sem ríkið tók við af Bandaríkjaher við brotthvarf varnarliðsins. Hefst þá atkvæðagreiðsla breytingartillögu á þingskjali 1131, stafliði 1 til C, frá 3. minnihluta fjárlaganefndar. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er felld með 31 atkvæði gegn 17 og 9 greiða ekki atkvæði. Nú verða greidd atkvæði tillögugreinina. Fyrst verða greidd atkvæði inngangsgreinar og töflu með lykiltölum og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Það var allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Óskað er eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna, verður orðið við því. Hefst hún að nýju. Greidd eru atkvæði inngangsgreinar og töflur með lykiltölum. Hafa þá allir greitt atkvæði eins og þeir vilja. Þá er henni lokið og þetta er samþykkt með 31 atkvæði gegn 17 og 9 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði fjárstreymisyfirlit og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fjárstreymisyfirlit er samþykkt með 30. Enn er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fjárstreymisyfirlit er samþykkt með 31 atkvæði gegn 19, 7 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði heildarútgjöld málefnasviða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Heildarútgjöld málefnasviða eru samþykkt með 31 atkvæði gegn 19, 7 greiða ekki atkvæði. Næst verða greidd atkvæði útgjaldaramma málefnasviða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Útgjaldarammar málefnasviða eru samþykktir með 31 atkvæði gegn 19, 7 greiða ekki atkvæði. Og þá er að lokum greidd atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan í heild er samþykkt með 31 atkvæði gegn 19, 7 greiða ekki atkvæði og verður hún send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir annað dagskrármálið, tollalög, vanþróuðustu ríki heims, stjórnarfrumvarp, 518. mál á þingskjali 749, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, Póst- og fjarskiptastofnun og fleira, hvað sem það nú er, stjórnarfrumvarp 454 á 454. mál á þingskjali 653
með áorðnum breytingum á þingskjali 1065. Framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd er atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Fleira liggur þó ekki fyrir á þessum fundi en boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi og halda þá áfram atkvæðagreiðslur. Þannig að forseti biður fólk um að halda sig í salnum. Þessum fundi slitið. Já, meðan þau eru að dreifa. Fundur er settur á Alþingi. Leita þarf þrenns konar afbrigða svo að fyrsta dagskrármálið megi koma á dagskrá þingfundar í dag. Þannig háttar til að málinu var útbýtt eftir 1. apríl, of skammt er liðið frá útbýtingu þess, samanber 1. málsgrein 37. greinar þingskapa og ekki eru liðnir 5 dagar frá útbýtingu málsins, samanber 3. málsgrein 37. greinar þingskapa. Forseti ætlar að freista þess að taka þessi afbrigði saman í einni atkvæðagreiðslu og þarf þá aukinn meirihluta til að öll afbrigðin séu samþykkt og fer nú sú atkvæðagreiðsla afbrigðin fram. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Afbrigðin eru samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið veiðigjald, frumvarp 648. mál á þingskjali 1164, fyrsta umræða. Til máls tekur formaður atvinnuveganefndar hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég flyt hér frumvarp til laga breytingu á lögum veiðigjald nr. 74/2012 og málið kemur frá atvinnuveganefnd. 1. grein hljóðar svo: Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi: Þrátt fyrir önnur ákvæði þessara laga, meðal annars 8. og 9. greinar, skal veiðigjald á landaðan afla frá og með 1. september til 31. desember 2018 nema í krónum á hvert kílógramm óslags afla þeim fjárhæðum sem hér segir. Síðan kemur tafla yfir veiðigjöld á hvert kíló af fisktegundum sem ég ætla ekki að lesa upp hér en bið alla að kynna sér. Og veiðigjald annarra nytjastofna en í töflunni greinir er 1,03 krónur á hvert kílógramm óslags afla. Veiðigjald fyrir hval er sem hér segir langreyður 51.440 krónur, hrefna 8.230 krónur. Veiðigjald á sjávargróður er 514 krónur á hvert landatonn blóðþangs, hrossaþara og stórþara. Hver gjaldskyldur aðili á rétt á því að veittur sé 20% afsláttur af fyrstu 1.580.000 krónunum álags veiðigjalds og 15% afsláttur af næstu 1.580.000 krónum álagningar vegna afla sem landað er frá 1. september til 31. desember 2018.
2. grein lög þessi öðlast þegar gildi. Fyrirmælum annarra ákvæða laganna verður beitt við framkvæmd laga þessara þótt lögin falla að öðru leyti úr gildi 31. desember 2018. Greinargerð: lög veiðigjald falla úr gildi 31. desember næstkomandi og að óbreyttu stendur engin lagaheimild til álagningar veiðigjalds á landaðan afla í botnfiski frá og með 1. september næstkomandi. Með frumvarpi þessu því lagt til að veiðigjald fiskveiði ársins 2017-2018 verði framlengt óbreytt þannig að það gildi út almanaksárið 2018. Unnið hefur verið að frumvarpi heildarendurskoðun laga veiðigjald í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu og með atbeina veiðigjaldsnefndar. Gert ráð fyrir því að ráðherra mæli fyrir því frumvarpi næsta haust. Sú tafla sem stendur í 1. grein þessa frumvarps tekin óbreytt úr reglugerð nr. 310/2018 breytingu á reglugerð nr. 637/2017 fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalda fiskveiðiárið 2017-18. Þannig verður veiðigjaldið sem áður segir óbreytt út almanaksárið 2018. Í 3. málsgrein í 1. grein frumvarpsins lagt til að svonefndur persónuafsláttur verði einnig óbreyttur að teknu tilliti til gildistíma frumvarpsins. Verði þetta frumvarp að lögum má gróft áætla að tekjur ríkissjóðs af veiðigjaldi tímabilsins 1. september til ársloka 2018 sem þriðjunga tekjum ríkissjóðs af veiðigjaldi fiskveiðiársins 2017-2018, það að tekjurnar muni nema 3,6 milljörðum króna. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 2. dagskrármálið siglingavernd og loftferðir, stjórnarfrumvarp 263. mál á þingskjali 365, nefndarálit á þingskjali 1056 og breytingartillögur á þingskjali 1058. 2. umræða. Til máls tekur framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar frumvarp til laga breytingu á lögum siglingavernd og lögum loftferðir sem fjallar laumufarþega, stjórnsýsluvél og bakgrunnsathugun og fleira. Nefndin fékk til sín töluvert af gestum og einnig bárust fleiri umsagnir sem hægt að kynna sér í nefndaráliti. Með þessu frumvarpi lagðar til breytingar á lögum siglingavernd og lögum loftferðir, aðallega vegna endurtekinna innbrota á haftasvæði flugverndar og siglingaverndar einnig til að auka skilvirkni við framkvæmd laganna gagnvart eftirlitsskyldum aðilum og til að auka öryggi. Þá eru lagðar til breytingar vegna framkvæmdar bakgrunnsathugana. Umsagnaraðilar gerðu flestir athugasemdir á ákvæði frumvarpsins framkvæmd bakgrunnsathugana og við ákvæðum stjórnsýslulög og refsingar. Fram kom heimild lögreglu til að afla upplýsinga úr skrám lögreglu einstaklinga sem óskað hefur verið eftir bakgrunnsathugunum, þar með til úr skrám lögreglu, úr málaskrá lögreglu, væri afar íþyngjandi fyrir viðkomandi og væri þar gengið lengra en þörf á samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum. Þá var einnig komið inn á það að með bakgrunnsathugun lögreglu væri vegið að atvinnufrelsi viðkomandi sem tryggt væri í 75. grein stjórnarskrár lýðveldis Íslands. Atvinnufrelsi meðal grundvallarréttinda í flokki efnahagslegra og félagslegra réttinda. Í 75. grein stjórnarskrárinnar kemur fram að öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa, en frelsinu megi þó setja skorður með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. Með frumvarpinu eru settar fram reglur bakgrunnsathuganir í því skyni að koma í veg fyrir að einstaklingar með vafasaman bakgrunn komist inn á svæði sem háð aðgangstakmörkunum af öryggisástæðum til að takmarka hvers kyns ógn af hryðjuverkum og öðrum ólögmætum aðgerðum, svo sem að koma í veg fyrir smygl á vopnum, fíkniefnum og sprengiefnum milli landa. Sjónarmið öryggi, líf og heilsu landsmanna vegu þungt og telur nefndin í því ljósi að almannahagsmunir krefjist þess að þeir einstaklingar sem fá aðgang að haftasvæðum gangist undir ítarlega bakgrunnsskoðun eða athugun. En skilir 2. málsl. 75. stjórnarskrárinnar að almannahagsmunir sé því uppfyllt.
Nefndin áréttar að í nefndinni reglugerð ESB kemur fram að bakgrunnsskoðun skuli að minnsta kosti staðfesta deilu á einstaklingi á grundvelli skjala því til sönnunar að ná yfir sakaspor í öllum búseturíkjum amsku næstu 5 árin og undan og ná yfir störf, menntun og hvers konar rof áminningu næstu 5 árum undan. Reglugerðin gerir þá lágmarkskröfu að bakgrunnsskoðunin nái yfir sakaskrá næstu 5 árin og undan. Reglugerðin stendur ekki í vegi fyrir því að settar verði ítarlegar kröfur til í ríki það nauðsynlegt. Benda má á Noregi í þessu samhengi en það sjá bæði lögregla og flugmálayfirvöld að framkvæma bakgrunnsathugun. Bakgrunnsathugun lögreglu gerð á grundvelli reglugerðar um málaskrá lögreglu. Og svo nefndin áréttar að jákvæð umsókn er forsenda þess að viðkomandi einstaklingur fái að ganga haftasvæði flugverndar eða siglingaverndar og geti þar með rækt vinnu sína þar til sem flugmaður er. En eins og komu líka fram í nefndinni að þá hefur neikvæð umsókn veigamiklar afleiðingar fyrir einstaklinga áður en lögregla lýkur athugun sinni með neikvæðri umsögn og á hann jafnvel rétt á rökstuðningi ákveður lögregla að veita honum neikvæð umsögn. Þá sætir ákvörðun lögreglu neikvæð umsókn á grundvelli neikvæðrar bakgrunnar kæru til ráðherra samkvæmt aðgerðum stjórnsýslulaga. Þá líka gerðar miklar athugasemdir við ákvæði frumvarpsins um stjórnvaldssektir og refsingar. Bent var á að fjárhæð dagsekta samkvæmt ákvæði 8. greinar gæti numið gríðarháum fjárhæðum eða allt að 10.000 krónur á dag frá 10.000 krónum á dag til 1 milljón króna á dag. Engar rökstuðningar væri að finna í ákvæðinu sjálfu eða athugasemdum greinargerðar fyrir þessu svigrúmi Samgöngustofu. Fjárhæðir stjórnvaldssekta væri að sama skapi gríðarlega háar eða frá 200 krónum til 10 milljónum vegna þess brots en engin viðmið eða leiðbeiningar væri að finna í ákvæðum eða greinargerðum álagningu þeirra sekta. Þá væri ákvæðinu slegið saman málsgrunnin sem annars vegar taka á dagsektum og hins vegar stjórnvaldssektum en mikilvægt væri að aðgreina þessar sektir sem ekki verið unnt að leggja þær á jöfnu. Sú hlutlæga ábyrgð sem lagt til að taki til löglega að leggja megi til að gera þó rök vera sönnuð á fyrirsvarsmenn eða starfsmenn hans eða aðra þá einstaklingar sem í þágu starfa var jafnframt mikið gagnrýnd og vísa til þess að slík ábyrgð væri undantekning frá grundvallarreglu skaðabótaréttarins sakareglunni. Slík undantekningu yrði að skýra þröngt og sterk rök þyrfti til að réttlæta beitingu hennar. Ljóst er að það svigrúm sem Samgöngustofa er gefið til að ákvarða fjárhæð sekta samkvæmt 8. grein er afar víðtækt og geta sektir numið verulegum fjárhæðum. Nefndin telur nauðsynlegt að skýr viðmið sé að finna í lagatextum ákvörðun fjárhæðar sekta en slíku er ekki fyrir varðandi stjórnvaldssektir samkvæmt ákvæðinu sem þó geta numið allt að 10 milljónir króna fyrir hvert brot. Dagsektir og stjórnvald eru eðlislegu úrræði. Dagsektum er ætlað að knýja þann sem ekki hefur efnt skyldu til að efna hana en stjórnvaldssektir eru ein tegund refsikenndra viðurlaga. Í frumvarpinu er einnig lagt til að þau brot sem feli í sér einstaklingum fari borð í skipi og loftfar án heimilda þar til ætlaða aðila meðal sem tilgangi að gera slaumufarþegi eða gera tilraun til þess verði gerð refsiverð. Vegna alvarleika þeirra er lagt til að við þeim liggi þyngri refsing en vegna annarra brota gegn lögum. Refsingin við slíku broti verði að lágmarki 500.000 krónur sekt og hámarki 5 ára fangelsi nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Fyrir nefndin kom fram að þeir sem þetta hafa reynt undanfarin ár hefur verið einstaklingur sem sótt hafa sér alþjóðlega vernd og bíða auglýslega Útlendingastofnunar eða hafa fengið synjun og bíða brottflutnings. Hefur háttsemin talist varðað við ákvæði 231. grein almennra hegningarlaga húsbrot en slíkt brot verða sektum að fangelsi allt að 6 mánuðum. Refsiramminn er þar með þyngdur 4,5 ára auk þess sem lágmark er sett á sektargreiðslur. Ekki er deilt nauðsyn öryggisráðstafana haftasvæða flugvélar og siglingaverndar auk þess sem nefndin gerir sér grein fyrir því að innbrot í skipi og loftar eru mjög alvarleg flug- og siglingaverndarbrots sem geta haft víðtækar afleiðingar. Hins vegar er nauðsynlegt að gæta meðalhófs í þessum efnum og telur nefndin varhugavert að þyngja refsirammann eins bratt og lagt er til. Þá gerir nefndin athugasemd við orðalag 9. greinar sem segir að brot gegn ákvæðum laganna, einkum 11. málsgreinar 4. greinar, 5. greinar, 7. greinar og 8. greinar, varði sektum en fangelsi allt að 2 árum með sektir eru miklar að broti ítök eða þyngri refsing liggi fyrir samkvæmt öðrum lögum. Óljóst er hvaða þýðing slík upptalning lagagreina hefur, til dæmis hvort brot gegn þeim teljist alvarleg brot gegn öðrum ákvæðum laganna og leiðir þar með til þyngri refsingar. Bent er á í sambærilegu ákvæði loftferðalaganna er ekki að finna slíka upptalningu. Telur nefndin rétt að fella á brott 9.
og 13. grein frumvarpsins um refsingar að svo stöddu en hvetur ráðuneytið til að endurskoða ákvæðin og líta þar með til framangreindra sjónarmiða og stöðu þeirra einstaklinga sem haft geymsluþoli undanfarin ár. Í fyrirliggjandi frumvarpi er nokkuð rætt viðkvæmar upplýsingar og svæði en skilgreining þeirra er ekki skýr. Nefndin leggur til að skilgreining trúnaðarupplýsinga nái einnig yfir viðkvæmar upplýsingar. Í reglugerð framkvæmd siglingaverndar númer 260 er hugtakið haftasvæði notað yfir viðkvæm svæði og það hugtak er einnig notað í lögum loftferðir. Telur nefndin rétt að gæta samræmis í hugtakunum og leggur því til að við lögin siglingavernd bæti skilgreiningu á haftasvæðum og það komi í stað viðkvæmra svæða. Einnig leggur nefndin til að nokkrar orðalagsbreytingar til viðbótar og breytingar sem lagðar tæknilegs eðlis. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem reiða hefur verið og eru lagðar til í sérstöku þingskjali. Og ég vil koma aðeins inn á það breytingarna varðandi þau fyrri tvö atriði sem ég fór yfir í ræðu minni, að það eru varðandi bakgrunnsathuganir, að nefndin leggur mikið upp úr því og kemur með breytingartillögur til að hnykkja því hér að við athugun á lögreglukerfinu er miðað við þessi 5 ár eins og er gert í reglugerðinni og er krafan varðandi sakavort og annað, en bakgrunnsskoðun til lögreglu aðalega fyrst og fremst þess að athuga hvort það sé einhver nýleg mál í gangi í kerfinu og tryggjum það líka að sá sem er að sækja starf og þarf að hlíta bakgrunnsskoðun fái að hafa meiri stjórn af því ferli sjálfur með að hafa andmælarétt og að það sé ekki send neikvæð umsögn bakgrunnsskoðun hans frá lögreglu án þess að viðkomandi sé látinn vita áður og nota fyrrnefndan andmælaréttar. Þannig teljum við og líka að það sé alveg skýrt að sú athugun sem fer fram í málakerfum lögreglu eða bara almennt bakgrunnsathugun nái eingöngu yfir þau atriði sem að geta með rökstuddum gruni. Það er það sem við bætum hér, með rökstuddum gruni haft einhver áhrif á það að markmið frumvarpsins eða lagana að tryggja öryggi og koma í veg fyrir smygl og hættulegum varningi og öðru slíkt náist ekki. Það eru þær breytingar sem að nefndin leggur til og leggur mikla áherslu á í sínu nefndaráliti og hinar breytingarnar falla því að draga úr bæði því að bæta við svona miklum stjórnvaldssektum í svona háum upphæðum og að hækka refsiheimildirnar svona bratt án þess að sé fullkomlega rökstutt og útskýrt hver árangurinn er af því, þetta sé nógu skýrt og hvort að það sé til þess fallið á þeim markmiðum sem er ætlað hér. Að öðru leyti vísa ég bara til breytingartillagna hér á sérþingskjali og til nefndarálitsins til frekari skýringa. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Vilhjálmi Árnasyni og framsögumanni málsins hér fyrir hans orð og í raun og veru nýta aðeins tækifæri hér til þess að vekja einmitt athygli á því sem fram kom í máli hv. framsögumanns og þingmanns þær tillögur sem að hv. umhverfis- og samgöngunefnd varð einhuga í sínum tillögum sem að hér koma fram. Það er að bæði 9. grein frumvarpsins falli brott og 13. grein frumvarpsins sem að mati allra nefndarmanna voru allt of brött hækkun á bæði sektarákvæðum og refsirammanum. Og eins og fram kemur hér í nefndarálitinu þá kom það fram í máli gesta sem fyrir nefndina voru kallaðir að fjöldi þeirra sem að hafa reynt undanfarin ár að brjótast borð í skip. Þetta eru fjöldi þeirra sem eru einstaklingar sem hér hafa sótt alþjóðlega vernd og bíða úrlausnar Útlendingastofnunar eða hafa fengið synjun og bíða brottflutnings. Sá fjöldi þessara einstaklingar ansi hár þeirra sem hafa verið gersekir að reyna innbrot inn í skip og kom það fram í máli gesta fyrir nefndinni að
ásetningur þessa fólks væri að reyna að koma sér úr landi eitthvert annað, oft á tíðum, á meðan að algjör óvissa biði þeirra hér á landi vegna tafa á þeirra málum. Og ég verð að segja það, virðulegi forseti, að það er einlæg von mín að ráðuneytið taki þessar ábendingar og ummæli hér sem fram koma í nefndarálitinu alvarlega það að allt of bratta hækkun á refsiramma og stjórnsýsluákvæðanna er að ræða og að við fáum hér tillögur sem eru hér úr garði gerðar að þær gæti jafnræðis og hófsemis og sérstaklega þegar það kemur að því að hér er að ræða að mestu leyti einstaklingar í afskaplega viðkvæmri stöðu sem að bíða úrlausn mála sinna, að sækja hér alþjóðlega vernd til okkar hér, að þá kannski er vert að geta þess að á sama tíma og samhliða þurfum við að skoða alvarlega þennan tíma sem líður frá því að fólk sem hér hefur leitað eftir alþjóðlegri vernd þarf að bíða eftir því að fá niðurstöður í sín mál og bíða úrlausnar. Og lausnin er svo sannarlega ekki sú að hækka refsirammann eins og fram kemur í þessu frumvarpi eða fjársektirnar svona bratt. Og ég er því afskaplega ánægð með þá samstöðu sem fram kom í umhverfis- og samgöngunefnd einmitt þessi atriði. Og ég vil þakka félögum mínum í nefndinni fyrir það og vona svo sannarlega að það verði gerðar bragarbætur á þessu frumvarpi til handa þessum viðkvæma hópi. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið. Mannvirki, það er stjórnarfrumvarp, 185. mál á þingskjali 259, nefndarálit 1087. Þetta er önnur umræða. Til máls tekur formaður umhverfis- og samgöngunefndar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum mannvirki nr. 160/2010 með síðari breytingum. Það varðar stjórnsýslu mannvirkjagerðar. Ég ætla ekki að telja upp gesti eða umsagnaraðila, en þær upplýsingar liggja fyrir í gögnum málsins. En með frumvarpinu, eins og ég sagði, eru lagðar til breytingar á mannvirkjalögum sem hafa það markmið að lækka byggingarkostnað og einfalda stjórnsýslu við mannvirkjagerð. Nefndin telur mikilvægt að leita sér leiða til að einfalda stjórnsýslu og eftirlit með framkvæmdum, þó án þess að vikið sé frá gæðakröfum, því telur nefndin frumvarpið að mörgu leyti til bóta. Fyrst varðandi faggildingu. Með frumvarpinu eru gerðar breytingar á a-lið 1. málsliðs 2. töluliðs ákvæðis til bráðabirgða, það er að krafa ákvæðisins faggildingu vegna áfangaúttekta verði felld niður. Engar breytingar eru gerðar á tímamarki ákvæðisins og hafa Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúar því að óbreyttu frest til 1. janúar 2019 til að afla sér faggildingar til að yfirfara séruppdrætti og framkvæma öryggis- og lokaúttektir. Þá er í b-lið 1. málsliðs 2. töluliðar ákvæðisins kveðið á að Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúar hafi frest til 1. janúar 2020 til að afla sér faggildingar til að yfirfara aðaluppdrætti. Allir umsagnaraðilar gerðu miklar athugasemdir við kröfu laganna faggildingu og áhrif gildistöku hennar næstu áramót. Meðal annars að krafan myndi hafa veruleg áhrif á fjárhag og stjórnsýslu embætta byggingarfulltrúa. Viðbúið sé að þá ef einhver embætti muni sækja faggildingu sem muni að líkindum leiða til fákeppnismarkaðar fyrir faggilt byggingareftirlit. Vandséð sé að krafa faggildingu muni ekki leiða til aukins kostnaðar fyrir húsbyggjendur, hvort sem úttektir verði á hendi faggildra byggingarfulltrúa eða faggildra skoðunarstofa. Bent var á að í nágrannalöndum okkar er ekki gerð krafa að eftirlitsaðilar í byggingariðnaði hafi faggildingu. Þar sem gerð sé krafa óháða úttekt snýst hún að úttektin sé gerð af óháðum aðila en ekki að sá aðili hafi faggildingu. Nefndin leggur áherslu á að eftirlit með framkvæmdum sé með þeim hætti að það sé vandað, skilvirkt og tefji ekki framkvæmdir. Þá ber að gæta þess að kostnaður vegna eftirlits sé hóflegur.
Fyrir nefndinni kom ítrekað fram að krafa laganna faggildingu myndi óhjákvæmilega leiða til gríðarlegs kostnaðarauka sem muni að endingu lenda á húsbyggjendum, hækka byggingarkostnað og þar með húsnæðisverð. Byggingarkostnaður nú þegar hár hér á landi og verða allar reglur sem leitt geta til aukins kostnaðar að vera rökstuddar með fullnægjandi hætti. Að mati nefndarinnar hafa engin rök komið fram fyrir því að nauðsynlegt sé að ganga lengra hvað varðar byggingareftirlit hér á landi, það að krefjast faggildingar, en í þeim löndum sem við berum okkur saman við og hvað þá að faggilding taki til alls opinbers byggingareftirlits. Þá fær nefndin ekki séð að tilhögun þess sé í samræmi við sjónarmið einföldun regluverks og lækkun byggingarkostnaðar. Nefndin telur brýnt að fram fari heildarendurskoðun á ákvæðum laga faggildingu og beinir því til umhverfis- og auðlindaráðuneytis að meta hvort önnur leið sé raunhæfari miðað við þær athugasemdir sem fram hafa komið. Þar verði meðal annars litið til þess hvort markmiðinu sem lá að baki lögfestingu faggildingarkröfunnar með mannvirkjalögum árið 2010 ákveðinn ramma utan eftirlit og að opinberir eftirlitsaðilar og skoðunarstofur sitji við sama borð og lúti sömu reglum við framkvæmd eftirlits verði til dæmis náð með kröfu óháða úttekt óháðs þriðja aðila án faggildingar og eða þeirri leið sem Norðmenn hafa valið að nýta sem ákvæði Eurocode 0 viðauka B sem tilgreint í ISTN 1990-2002 staðlinum flokkun mannvirkja í þrennt eftir skilgreindri áhættu til að skilgreina 3 stig af rýni hönnunar og eftirliti með framkvæmdum. Nefndin telur að sú leið að kveða á stigskipta matskröfu sem taki til dæmis mið af stærð byggingar og vandastigi sé fýsilegur kostur sem nái fram markmiðum sem faggildingu var ætlað og tryggi skilvirkt eftirlit án hækkunar byggingarkostnaðar. Nefndin leggur því til að frestur A-liðar 1. málsliðar 2. töluliðs ákvæðis til bráðabirgða í lögum mannvirki verði framlengdur 2 ár og frestur B-liðar sama ákvæðis verði framlengdur 1 ár. Með því sama tímamark lögfest í báðum ákvæðum og gefst ráðuneytinu þar með svigrúm til að endurskoða öll atriði laganna sem varða faggildingu og leggja fram heildstæðar tillögur að breytingum sem taka tillit til framangreindra sjónarmiða og athugasemda hagsmunaaðila. Hvað séruppdrætti varðar, þá frumvarpið gerir ráð fyrir að fella niður kröfu að allir séruppdrættir þurfi að liggja fyrir áður en byggingarleyfi gefið út. Nefndin tekur undir þau sjónarmið. Nefndin áréttar að þrátt fyrir breytinguna enn gerð sú krafa að ljúka þurfi allri hönnun áður en framkvæmt það að ekki má hefja framkvæmdir við verkþátt fyrr en séruppdrættir sem að honum snúa hafa verið lagðir fyrir leyfisveitanda og þeir áritaðir samþykki. Leiðir breytingin til þess að framkvæmdaaðilar geta hafið framkvæmdir, til dæmis grafið fyrir grunni byggingar, án þess að séruppdrættir vegna hönnunar glugga liggi fyrir. Telur nefndin breytinguna til mikilla bóta enda hún til þess fallin að auka sveigjanleika og koma í veg fyrir óþarfa tafir við upphaf framkvæmda, auk þess sem hún getur leitt til lækkunar byggingarkostnaðar. Með hliðsjón af framangreindu nauðsynlegt að skilgreiningu laganna á byggingarleyfi sé breytt og leggur nefndin til orðalagsbreytingu í þá veru. Næst kem ég að því snýr að ábyrgðaryfirlýsingum. Gerðar voru athugasemdir við tillögu frumvarpsins að krefjast ábyrgðaryfirlýsinga frá færri iðnmeisturum en nú Nefndin tekur ekki undir þau sjónarmið að halda þessum reglum óbreyttum. Nefndin telur breytinguna til góða og til þess fallna að einfalda verkferla og draga úr kostnaði framkvæmdaaðila í upphafi verks. Þá jákvætt að reynt sé að stemma stigu við því að iðnmeistarar séu skráðir ábyrgir fyrir verki til málamynda, enda leiðir það til óþarfs kostnaðar og tvíverknaðar í stjórnsýslu. Varðandi niðurfellingu á skráningarskyldu tiltekinna iðnmeistara, það blikksmíðameistara, stálvirkjameistara, málarameistara og veggþórmeistara, á verk af tiltekinni stærðargráðu sem ætlað til eigin nota eiganda, bendir nefndin á að óverulega verkþætti að ræða með hliðsjón af viðkomandi mannvirkjum. Þá eru mannvirki sem eru 40 fermetrar eða minni ekki byggingarleyfi skyld en þar undir fellur meirihluti bílskúra, viðbygginga og minni frístundahúsa. Enn verður heimilt að skrá alla iðnmeistara á verk, meðal annars blikksmíðameistara, stálvirkjameistara, málarameistara og veggþórameistara, en afnám skráningarskyldunar mun leiða til einföldunar stjórnsýslu og lækkunar byggingarkostnaðar.
Hvað áfangaúttektir varðar þá með frumvarpinu lögð til sú breyting að byggingarstjóri í stað byggingarfulltrúa annist áfangaúttektir í samræmi við ákvæði skoðunarhandbóka og skoðunarlista. Athugasemdir voru gerðar fyrir nefndinni við undanþáguheimild þess ákvæðis en mælt fyrir að útgefandi byggingarleyfis geti þrátt fyrir framangreind ákveðið að eftirlitsaðili, það byggingarfulltrúi, Mannvirkjastofnun eða eftir atvikum skoðunarstofa annist áfangaúttektir. Bent var á að undanþágan víðtæk og gefur orðalagið ekki tilefni til að ætla að mat á þörf eða nauðsyn þess að eftirlitsaðili annist úttektir fari fram. Þá sé hætta á að túlkun þessi verði ólík milli sveitarfélaga og eftir atvikum hætta á henni yrði beitt í ríkari mæli en gert hafði verið ráð fyrir. Á fundi nefndarinnar kom fram að þær upplýsingar sem höfðu fengist á fundi umsagnaraðila með fulltrúa ráðuneytisins að tilgangur ákvæðisins væri að sveitarfélög gætu ákveðið að sjá umræddar áfangaúttektir verkþátta, til dæmis ef í ljós kæmi að byggingarstjóri hefði ekki staðið sig fyrr í ferlinu. Nefndin telur mikilvægt að slík undanþáguheimild sé til staðar en tekur undir framangreind sjónarmið að nauðsyn sé að afmarka heimildina nánar og leggur til orðalagsbreytingu í því skyni. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. Sem fyrr greindi þá leggur nefndin til að orðalagsbreytingin snýr að mati sem ég kom inn á hér í lokin verði þannig að á eftir orðunum þrátt fyrir ákvæði 2. málsgreinar í 2. efnisgrein B-liðar 15. greinar komi ef þörf þykir á og vegna vanrækslu byggingarstjóra. Þarna telur nefndin hafa verið gert nægjanlega grein fyrir því að það þurfi að fara fram raunverulegt mat og rökstuðningur á því ef þessari undanþáguheimild beitt. Önnur breyting sem lögð til að við 17. grein komi við A-liðinn í stað orðanna 1. janúar 2019 komi 1. janúar 2021 og í B-lið við bætist nýr liður svohljóðandi í stað orðanna 1. janúar 2020 í B-lið annars töluliðs ákvæðis til bráðabirgða í lögum kemur 1. janúar 2021 og þetta það sem ég kom inn á í ræðuna áðan varðandi samræmingu tímasetningar á frestun faggildingar. Ari Trausti Guðmundsson og Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifa undir nefndarálitið með fyrirvara. Ari Trausti Guðmundsson telur að kröfur faggildingu eftirlitsaðila í byggingariðnaði séu skynsamlegar til að tryggja gæði mannvirkja við íslenskar aðstæður. Rósa Björk Brynjólfsdóttir telur mikilvægt að ekki verði slaka á kröfum faggildingu eftirlitsaðila í byggingariðnaði svo að gæði íslenskra mannvirkja verði tryggð. En eins og fram kom áðan þá leggur nefndin til að ráðuneytið taki þessi atriði til efnislegrar skoðunar. Jón Gunnarsson, Vilhjálmur Árnason og Rósa Björk Brynjólfsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álitið samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda Alþingis. Og undir þetta skrifa sá sem hér stendur Bergþór Ólason, Anna Katrín Friðriksson, Jón Gunnarsson, Ari Trausti Guðmundsson með fyrirvara, Karl Gauti Hjaltason, Rósa Björk Brynjólfsdóttir með fyrirvara og Vilhjálmur Árnason. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hv. formanni umhverfis- og samgöngunefndar fyrir flutninginn á nefndarálitinu en koma hér nokkrum orðum að því að saga byggingariðnaðar hér á landi býsna skjöldótt. Þar koma við sögu gallar og léleg ending en líka nokkuð hátt flækjustig þegar kemur að reglugerðum, leyfum, eftirlit og fleira. Og fyrir nefndinni komu fram ýmsar ábendingar þar að lútandi og einkum varðandi stjórnsýsluna. Þetta frumvarp unnið til að létta ýmsa þætti stjórnsýslu og það vel. En herra forseti, þá fáein orð faggildinguna, meðal annars faggildingu eftirlitsaðila. Á hana faggildinguna þar að segja ekki lögð nóg áhersla í þessu frumvarpi að mínu mati, en þó þannig að sumu leyti að það ásættanlegt til einföldunar og því ég samþykkur þessu nefndaráliti með fyrirvara eins og komið hefur fram. Og skoðunarhandbækur eru góðar en bestar þegar fagmenn lesa þær. Því þannig var þetta á Íslandi að aðstæður við mannvirkjagerð eru nokkuð sérstæðar vegna náttúrulegs álags. Hér á ég einkum við veðurtengt álag, á við hér tíðar hitasveiflur milli frosts og þíðu
sem velda frostskemmdum á byggingum mjög tíðum, sprungumyndunum og öðru slíku. Ég minnist á vindálag sem gríðarlegt hér á Íslandi oft á tíðum og eins úrkomuálag sem hefur meðal annars leitt til þess að myglusveppir eru býsna algengir hér á Íslandi. Það eru mýmörg dæmi það sem valda mjög alvarlegum vanda og ég hef þá talið upp bæði lek, frostskemmdum og myglusveppagöllum. Og því það svo að faggilding eftirlitsaðila í byggingariðnaði við gerð flestra mannvirkja mikilvægt skref til mótvægis. Og það ber að leggja áherslu að koma henni í kring í áföngum hér á Íslandi. Það þannig að aukinn kostnaður við byggingar vegna faggildingar við eftirlit og úttektir leiðir einfaldlega til endingar betri mannvirkja og aukinna gæða við notkun. Þannig að upprunalegum kostnaði hlýst í reynd sparnaður á notkunartíma mannvirkjanna. Þannig að faggilding í raun og veru fjárfesting í gæðum og öryggi. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 4. dagskrármálið. Sveitarstjórnarlög, frumvarp, mál 613 á þingskjali 1018. Það önnur umræða. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 5. dagskrármálið. Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og fleira. Stjórnarfrumvarp 468. mál á þingskjali 674, nefndarálit 1083. Þetta önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, skulum við hafa það, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég flyt hér nefndarálit með breytingartillögu til frumvarps laga breytingu á lögum réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lög, vernd réttinda á vinnumarkaði EES frá velferðarnefnd. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Bjarnheiði Gautadóttur, Evu Margréti Kristjánsdóttur og Jón Þór Þorvaldsson frá velferðarráðuneytinu, Gissur Bjarnason og Unni Sverrisdóttur frá Vinnumálastofnun, Halldór Grönvold frá Alþýðusambandi Íslands, Þorbjörn Guðmundsson frá Samið og Þór Sveinsson frá Persónuvernd. Umsagnir bárust frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæjar, Félagi atvinnurekenda, Félagi verslunar og skrifstofufólks á Akureyri, Flugfreyjufélagi Íslands, Framsýn stéttarfélagi, Þingeyinga, Leiðsögn stéttarfélagi leiðsögumanna, Mannréttindaskrifstofa Íslands, Persónuvernd ríkisskattstjóra, Samið, Samtökum atvinnulífsins, Samtökum ferðaþjónustunnar, Samtökum iðnaðarins, Starfsgreinasambandi Íslands, Verkalýðsfélagi Vestfirðinga og frá Þjóðskrá Íslands. Megintilgangur frumvarpsins að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 15. maí 2014 samfylgd tilskipunar 96/71/EB störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu og breytingu á reglugerð ESB samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn, innan sviga reglugerðin upplýsingakerfið. Markmið tilskipunarinnar að koma á sameiginlegum ramma viðeigandi ákvæða, ráðstafana og eftirlitskerfa sem nauðsynleg til að koma tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu til framkvæmda og jafnframt nauðsynleg til að beita henni og framfylgja betur og með samræmdari hætti innan aðildarríkjanna, en þar meðtaldar ráðstafanir til að koma í veg fyrir og beita viðurlögum gegn brotum á gildandi reglum. Frumvarpið veitir íslenskum stjórnvöldum betri yfirsýn yfir stöðuna á innlendum vinnumarkaði að því varðar starfsemi erlendra þjónustuveitenda hér á landi og fjölda og stöðu erlendra starfsmanna starfa hjá slíkum fyrirtækjum hérlendis. Þá markmiðið einnig að styrkja það eftirlit sem tíðkast á íslenskum vinnumarkaði þannig að tryggja megi eins og kostur að laun og önnur starfskjör erlendra starfsmanna sem sendir eru tímabundið hingað til lands á vegum erlendra fyrirtækja í tengslum við veitingu þjónustu hér á landi sem og erlendra starfsmanna starfa á vegum starfsmannaleigna hérlendis séu í samræmi við ákvæði laga og gildandi kjarasamninga í viðkomandi atvinnugreinum á því svæði þar sem vinna fer fram. Þá frumvarpi þessu einnig ætlað að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
frá 16. apríl 2014 um ráðstafanir til að greiða fyrir því að launþegar geti nýtt sér þau réttindi sem þeir hafa í tengslum við frjálsa för launþega. Frjáls för launafólks telst til grundvallar réttinda í þróun vinnumarkaðar á Evrópska efnahagssvæðinu. Í 15. grein frumvarpsins er kveðið á svokallaða keðjuábyrgð í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Fyrir nefndinni kom fram gagnrýni á að keðjuábyrgðin tæki ekki til fleiri atvinnugreina, til dæmis ferðaþjónustunnar. Samkvæmt upplýsingum frá velferðarráðuneytinu þótti ekki ástæða til að láta keðjuábyrgðina gilda notendafyrirtæki í fleiri atvinnugreinum að svo stöddu þar sem mikill meirihluti útseldra starfsmanna sem starfa hér á landi veittu þjónustu á sviði byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerðar. Auk þess væri gríðarleg þensla og mikil þróun í þessum tveimur atvinnugreinum sem kallaði á aukið eftirlit. Þá væri ljóst að afmörkun við þessar tilteknu atvinnugreinar byggist á samkomulagi sem tókst við samtök aðila vinnumarkaðarins. Í skýringum með 15. grein kemur þó fram að gert sé ráð fyrir því að fylgst verði grannt með aðstæðum á vinnumarkaði þannig að unnt verði að grípa inn í með því að leggja til breytingar á lögunum verði aðstæður á vinnumarkaði með þeim hætti að mikilvægi þykir að kveða á að notendafyrirtæki með starfsemi innan annarrar atvinnugreinar beri umrædda ábyrgð á grundvelli ákvæðisins. Komi til aðstæðna á vinnumarkaðnum sem kalla á slíka lagabreytingu sé gert ráð fyrir að frumvarpi til breytinga á lögum verði lagt fram á Alþingi að höfðu samráði við samtök aðila vinnumarkaðarins. Nefndin tekur undir útskýringar ráðuneytisins en telur mikilvægt að lögin verði endurskoðuð sem fyrst með tilliti til þess að fella fleiri atvinnugreinar undir gildissvið þeirra og skýr umgjörð verður það hvernig fylgjast eigi með aðstæðum á vinnumarkaði. Leggur nefndin því til að við frumvarpið bætist ákvæði til bráðabirgða sem kveði á að ráðuneyti skipi starfshóp sem meti árangur laganna og skili tillögum haustið 2019 fleiri atvinnugreinar sem falla skuli undir lögin. Lagt er til að í þeirri nefnd eigi sæti fulltrúar frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, BSRB, Fjármála- og efnahagsráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og frá Vinnumálastofnun. Jafnframt er lagt til að ráðherra skipi einn fulltrúa í nefndina án tilnefningar og að sá fulltrúi skuli vera formaður nefndarinnar. Einnig er lagt til að nefndin hafi það hlutverk að fylgjast með aðstæðum á vinnumarkaði og eftir atvikum leggja til við ráðherra að lögum verði breytt ef aðstæður á vinnumarkaði verða þannig að mikilvægt þykir að kveða á að ábyrgð notendafyrirtækja samkvæmt 11. grein A laganna gildi við notendafyrirtæki í öðrum atvinnugreinum en byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerð, samanber 15. grein frumvarpsins. Þá er gert ráð fyrir að nefndin afhendi ráðherra skýrslu haustið 2019 stöðu og þróun í málefnum erlendra starfsmanna sem sendir eru tímabundið hingað til lands til að veita þjónustu. Í skýrslunni skuli auk þess koma fram mat nefndarinnar því hvort rétt sé að breyta lögunum þannig að 11. grein laganna gildi ábyrgð notendafyrirtækja í öðrum atvinnugreinum en byggingarstarfsemi mannvirkjagerð, samanber 15. grein frumvarpsins. Með því að kveða á umrædda nefnd í lögum réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra þykir tryggt að stjórnvöld og samtök aðila vinnumarkaðarins fylgist sameiginlega með þróuninni að því varðar erlenda starfsmenn sem sendir eru tímabundið hingað til lands til að veita þjónustu þannig að unnt verði með stuttum fyrirvara að grípa inn í með því að leggja til lagabreytingar ef þurfa þykir samkvæmt framangreint. Nefndin kallar sérstaklega eftir sjónarmið persónuverndar málið enda hafi stofnunin gert athugasemd við fyrra frumvarp. Fram kom að búið væri að lagfæra þá annmarka sem stofnunin taldi vera málinu með almennri vísan til þess að komi persónuupplýsingar fyrir tilteknum gögnum þar á meðal viðkvæmar upplýsingar skuli farið með þær í samræmi við lög persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Bent var á að stofnunin teldi að tilvísanir í persónulöggjafarinnar í sérlögum á einstökum sviðum gæti stuðlað aukinni vitund meginreglur hennar. Nefndin áréttar einnig að ákvæði laga persónuverndarlöggjöf gildi eðli málsins samkvæmt alla aðra vinnslu persónuupplýsinga ef hún ekki sérstaklega undanþegin því samkvæmt lögum.
Nefndin gerir ákveðnar athugasemdir við sem snúa að formhlið málsins. Nefndin áréttar að reglur Alþingis þinglega meðferð EES-mála eigi sér lagastoð í lögum þingsköp Alþingis og þeim meðal annars ætlað að tryggja á frágangur lagafrumvarpa sem innleiða reglur sem byggjast á ESB-gerðum sé með tilteknum og samræmdum hætti. Hvað varðar tilskipun 2014/67 ESB undirstrikar nefndin að ekki eiginlega innleiðingu á tilskipun að ræða þar sem hún hefur enn ekki verið tekin upp í EES-samningnum. Gerðir lúta formlegu ferli sem styðst við áðurnefndar reglur Alþingis þinglega meðferð EES-mála. Þannig hefur Alþingi formlega aðkoma þeim gerðum sem til stendur að taka upp innan EES-samningsins og síðar við innleiðingu þeirra. Mikilvægt er því að gerður sé greinarmunur annars vegar á þeim tilvikum þar sem efnisreglur Evróputilskipunarinnar eru lögfestar líkt og til á við í þessu tilfelli og hins vegar á því að gerð sé innleidd. Í báðum tilfellum myndast lagastoð fyrir viðkomandi gerð en einungis í hinu síðara eiginlega innleiðingu að ræða í skilningi EES-réttar. Í ljósi þess þarf að fella brott 27. grein þar sem kveðið er á innleiðingu EES-gerðar. Þá áréttar nefndin að samþykki Alþingis þarf til staðfestingar sérhverri ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem stjórnskipulegur fyrirvari hefur verið gerður við. Þegar tilskipunin 2014/54 ESB var tekin upp í EES-samningnum var ekki gerður stjórnskipulegur fyrirvari við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 219/2015 þar sem ekki var talið að lagabreyting þyrfti svo að innleiða mætti gerðir í íslenskan rétt. Síðan kom í ljós að breyta þarf lögum frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins til þess að innleiða tilskipunina. Í ljósi þess að veigamikil atriði að ræða sem snýr að framsali ríkisvalds og á sér meðal annars stoð í stjórnarskrá gerir nefndin athugasemd við að hvergi sé minnst á þessa málsmeðferð í greinargerð með frumvarpinu. Að framangreindu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. 27. grein orðist svo: Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi. Ráðherra skal skipa tímabundna nefnd til 3 ára og í henni skulu eiga sæti fulltrúar frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, BSRB, Fjármála- og efnahagsráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Vinnumálastofnun. Ráðherra skal skipa einn fulltrúa í nefndina án tilnefningar og skal sá fulltrúi vera formaður nefndarinnar. Skal nefndin hafa það hlutverk að fylgjast með aðstæðum á vinnumarkaði og leggja til við ráðherra að lögum þessum verði breytt við aðstæður á vinnumarkaði með þeim hætti að mikilvægt þykir að kveða á ábyrgð notendafyrirtækja samkvæmt 11. grein A gildi notendafyrirtæki í öðrum atvinnugreinum en byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerð. Skal nefndin jafnframt afhenda ráðherra skýrslu haustið 2019 stöðu og þróun hvað varðar erlenda starfsmenn sem sendir eru tímabundið hingað til lands til að veita hér þjónustu. Enn fremur skal í skýrslunni koma fram mat nefndarinnar á því hvort rétt sé að breyta lögum þessum þannig að 11. grein A gildi ábyrgð notendafyrirtækja í öðrum atvinnugreinum en í byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerð. Virðulegur forseti, undir þetta nefndarálit hefur Hanna Katrín Friðriksdóttir áheyrnarfulltrúi í nefndinni samþykkt og velferðarnefnd, framsögumaður málsins, undirritaður Ásmundur Friðriksson, Halldóra Mogensen formaður, Ólafur Þór Gunnarsson, Guðjón S. Brjánsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Karl Gauti Hjaltason, Andrés Ingi Jónsson og Vilhjálmur Árnason. En, virðulegur forseti, langar hér örlítið frá eigin brjósti varðandi þetta mál, að frumvarpið sem gengur undir nafninu keðjuábyrgð í meðförum þingsins nýtur víðtæks stuðnings á Alþingi og í atvinnulífinu. Samtök atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands eru sammála efni frumvarpsins og af þeim ástæðum ekki gerðar efnislegar breytingar á frumvarpinu, en atvinnuveganefnd var sammála að leggja fram breytingartillögu og skipa nefndar sem hafi það hlutverk
að skoða með aðstæður á vinnumarkaði eins og fram kom í nefndarálitinu. Virðulegur forseti, við sem fylgjumst með upplifum aukna starfsemi erlendra fyrirtækja hér á landi sem eru að bjóða þjónustu og kjörum langt undir því sem innlend fyrirtæki geta boðið. Ég hef heyrt af erlendum starfsmönnum sem fái 65 € á dag sem talsvert undir lágmarkskjörum hér á landi. Umfang erlendra starfsemi sem þarf ekki starfsleyfi er að aukast á meðan innlend fyrirtæki berjast í bökkum. Þess vegna er mikilvægt að bregðast við með öflugum hætti og er ákvæði frumvarpsins stórt skref í þá átt. Að mínu mati er mikilvægt næsta skref að skýrt verði kveðið á í orði að erlendir einstaklingar sem hér á landi sem verktakar falli einnig undir ákvæði laganna og starfsemi í fleiri greinum. Máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, við ræðum hér nefndarálit með breytingartillögu í frumvarpi til laga sem hefur verið kallað keðjuábyrgð. Hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson fór ágætlega yfir málið. Ég kem hér fyrst og fremst upp til þess að ítreka og styðja við það ákvæði sem kemur fram í breytingartillögunni. Það kemur ekki til af engu heldur vegna þess að nefndin hefur í samtölum sínum við gesti og í umsögnum haft nokkrar áhyggjur af því að keðjuábyrgðarmálið þurfi að ná til fleiri aðila. Breytingartillagan nær ágætlega utan það og það er vel. Nefndin hafði hins vegar í sinni umfjöllun og í álitum frá gestum vissu fyrir því að enn sem komið væri afar lítið að minnsta kosti að vitneskja væri að mál sem þessi lög myndu ná utanum væri að koma upp hér á landi og í því ljósi telur nefndin skynsamlegt að setja breytingartillöguna eins og hún er en jafnframt og með henni að tryggja að þessi mál haldi áfram að vera í skoðun til þess að tryggja það að réttur vinnandi fólks á Íslandi sé sambærilegur á milli atvinnugreina og að vinnuveitendur geti ekki vikið sér undan þeirri ábyrgð en jafnframt að vinnuveitendur og þeir sem að stunda atvinnurekstur geti gengið að því sem vísu að þeir búi við sambærileg skilyrði á milli atvinnugreina og á milli fyrirtækja. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið húsnæðismál stjórnarfrumvarp mál 469 á þingskjali 675, nefndarálit á þingskjali 1088 önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hérna fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum húsnæðismál nr. 44/1998 með síðari breytingum. Stefnumótun á sviði húsnæðismála, hlutverki Íbúðalánasjóðs. Frá velferðarnefnd. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fulltrúa velferðarráðuneytisins Rún Knútsdóttur, Önnu Guðmundu Ingvarsdóttur, Ólaf Hreiðar Helgason, Sigrúnu Ástu Magnúsdóttur frá Íbúðalánasjóði, Elínu Ölmu Artúrsdóttur, Ingvar J. Rögnvaldsson frá ríkisskattstjóra, Hrafnhildi Arnkelsdóttur, Ólaf Hjálmarsson frá Hagstofunni, Þór Sveinsson frá Persónuvernd og Jón Þór Sturluson, Andrés Þorleifsson og Maríu Rúriksdóttur frá Fjármálaeftirlitinu. Umsagnir bárust frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Fjármálaeftirlitinu, Hagstofu Íslands, Íbúðalánasjóði, ríkisskattstjóra, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins, Seðlabanka Íslands, Tryggingastofnun ríkisins, Viðskiptaráði Íslands og Þjóðskrá Íslands. Markmið frumvarpsins er að finna hlutverki stjórnvalda í þjónustu í almannaþágu í húsnæðismarkaði,
traustum farveg til framtíðar. Meðal annars með frumvarpinu verið að fela Íbúðalánasjóði verkefni við úthlutun stofnframlaga til almennra íbúða. Þá í frumvarpinu ákvæði stefnumótun, greiningu og áætlanagerð í húsnæðismálum. Nefndinni bárust sem fyrr segir 12 umsagnir málið. Ýmsir umsagnaraðilar gagnrýndu einstaka þætti frumvarpsins og ber þar helst að nefna athugasemdir 2. málsgrein 4. grein frumvarpsins að Íbúðalánasjóði sé heimilt að krefja stjórnvöld og stofnanir gögn og upplýsingar húsnæðismarkaðinn og að þeim stjórnvöldum og stofnunum sé skylt að veita Íbúðalánasjóði upplýsingar á því formi sem óskað eftir innan tímamarkana sem sjóðurinn ákveður. Umsagnaraðilar benda á að þessi heimild sjóðsins til að krefjast upplýsinga frá meðal annars Hagstofu Íslands, Þjóðskrá Íslands, ríkisskattstjóra og Tryggingastofnun ríkisins sé of víðtækt. Ekkert tillit sé tekið til þagnarskyldu stjórnvalda og stofnana. Líkt og til dæmis kveðið á í 117. grein laga tekjuskatt nr. 90/2003. Nefndin tekur undir framangreindar ábendingar umsagnaraðila að heimildir Íbúðalánasjóðs til gagnaöflunar geti ekki takmarkað þagnarskyldu stjórnvalda og stofnana. Leggur nefndin til breytingu á 4. grein sem gengur eins langt og ákvæði nú. Nefndin ræddi sérstaklega a-lið 11. greinar sem kveður á að ráðherra skuli boða til húsnæðisþing árlega. Í 3. málsgrein kveðið á að húsnæðisþing sé öllum opið og fylgir upptalning á þeim sem sérstaklega skal boða til þingsins. Nefndin sammála því að húsnæðisþing skuli vera opið öllum en leggur áherslu á að sem flestir fái tækifæri til að sækja slíkt þing. Í ljósi þeirra uppbyggingar sem á leigumarkaði í gegnum stofnframlög leggur nefndin áherslu á að sá hópur sé sérstaklega talinn upp í ákvæðinu og gerir breytingartillögur þar Í umsögn sinni og fyrir nefndinni benti Fjármálaeftirlitið á að eftirlitshlutverk þess gagnvart Íbúðalánasjóði væri ekki nægilega vel skilgreint í lögum og að í ljósi breytts hlutverks sjóðsins væri nauðsynlegt að skýra nánar það hlutverk Fjármálaeftirlitsins. Bendir Fjármálaeftirlitið á að takmarkað gagn sé af lagaákvæðum sem gera ráð fyrir eftirliti og fjármagnsstöðu Bendir Fjármálaeftirlitið á að takmarkað gagn sé af lagaákvæðum sem gera ráð fyrir eftirliti með fjárhagsstöðu og fylgni við lög ef engar valdheimildir fylgja. Nefndin tekur undir athugasemdir Fjármálaeftirlitsins og beinir því til ráðuneytisins að það taki löggjöfina til endurskoðunar með athugasemdir Fjármálaeftirlitsins til hliðsjónar. Virðulegi forseti, í ljósi framangreinds leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. Við 4. grein a. Í stað orðanna söfnun úrvinnslu í 3. tölulið 1. efnismálsgreinar komi greiningu. b. 2. efnismálsgrein orðast svo. Íbúðalánasjóður heimilt að afla og vinna með upplýsingar sem nauðsynlegt eru vegna verkefna samkvæmt 1. til 7. töluliðar 1. málsgreinar. Íbúðalánasjóður skal jafnan upplýsa í hvaða tilgangi gagna aflað, hvernig úrvinnslu verður háttað, gögn varðveitt og niðurstöður birtar. Og svo í öðru lagi, á eftir orðunum fulltrúa sveitarfélaganna í 3. málsgrein a-liðar 11. greinar komi leigumarkaðarins. Það að segja að þeir verði þá boðið til húsnæðisþings. En Anna Kolbrún Árnadóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins ritar undir álit þetta samkvæmt heimild í 4. málsgrein í 18. grein starfsreglna fastanefndir Alþingis. Vilhjálmur Árnason var fjarverandi við afgreiðslu málsins. En undir þetta álit skrifa Halldór Mogensen formaður, sú sem hér stendur, Halla Signý Kristjánsdóttir, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ásmundur Friðriksson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Kolbeinn Óttar Proppé, Ólafur Þór Gunnarsson og Vilhjálmur Árnason. Og þá var þetta nefndarálit ekki lengra. Takk.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka stjórnarfrumvarp mál 565 á þingskjali 899, nefndarálit á þingskjali 1103, breytingartillaga á þingskjali 1156, önnur umræða. Til máls tekur fram sögumaður efnahags- og viðskiptanefndar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 64/2006 með síðari breytingum. Tilgangur þessa frumvarps er að fella aðila sem bjóða upp á þjónustu þar sem viðskipti geta farið fram milli sýndarfjár, rafeyris og gjaldeyris og þjónustu með stafrænu veski undir lög aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með breytingu á gildissviði laganna er lagt til að þjónustuveitendur sem bjóða upp á viðskipti milli sýndarfjár og þjónustuveitendur stafrænna veskja verði tilkynningarskyldir aðilar. Í því felst að þeim ber að fylgja öllum þeim skyldum sem lögin kveða á meðal annars að framkvæma áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum sínum, afla upplýsinga raunverulega eigendur og tilkynna öll grunsamleg viðskipti til lögreglu. Með frumvarpinu er brugðist við örum vexti þess geira sem efni þessa tekur til og því að dæmi þekkjast notkun hans í annarlegum tilgangi. Frumvarpið er samið í samvinnu við nefnd sem vinnur að innleiðingu fjórðu peningaþvættistilskipunar Evrópusambandsins og eru ákvæði þess unnin með hliðsjón af drögum að 5. peningaþvættistilskipuninni. Hluti þeirra gagnrýni sem beinst hefur efni frumvarpsins í meðförum nefndarinnar lýtur að því að skilgreiningar hugtaka í 2. grein séu ýmist of rúmar eða ófullkomnar að öðru leyti. Samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu var leitast við að hafa skilgreiningu hugtaka í samræmi við drög að 5. peningaþvættistilskipuninni. Nefndin hefur auðvitað ekki forsendur til að leggja til breytingar en hvetur til að auga verði haft með örri þróun á sviði sýndarfjár og stafrænna veskja og að skilgreiningar hugtaka verði endurskoðaðar reynist tilefni til þess. Samkvæmt 7. grein frumvarpsins bætast þjónustuveitendur sýndarfjárviðskipta og stafrænna veskja við upptalninguna í 2. málsgrein 5. greinar laga greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 99/1999, en aðilar sem þar eru taldir upp skulu greiða 700.000 kr. fast árgjald fyrir opinbert eftirlit. Nefndinni hefur verið bent á að mörg af þeim fyrirtækjum sem fást við þjónustu af því tagi sem hér ræðir séu lítil sprotafyrirtæki með fáa starfsmenn og að gjald af þessari fjárhæð gæti reynst þeim mjög íþyngjandi. Nefndin telur hins vegar að almennt ber að virða þá meginreglu að þeir sem sæta eftirliti af fjármálamarkaði skuli standa straum af kostnaði við eftirlitið. Þrátt fyrir það telur nefndin mikilvægt að leggja ekki steini í götu lítilla fyrirtækja sem eru að stíga sín fyrstu skref á markaði þar sem ör tækniþróun og nýsköpun ráða ríkjum, einkum þegar ekki liggur fyrir hver raunverulegur kostnaður eftirlitinu verður. Nefndin leggur því til að 7. grein frumvarpsins falli á brott að sinni og nánar verði ígrundað hvernig greiðslu kostnaðar fyrir það viðbóta eftirlit sem lagt er á fjármálaeftirlitið. Með frumvarpi þessu verði háttað þar til tekið verður tillit til umfangs og raunkostnaðar við eftirlitið og fjárhagslegs bolmagns þess aðila sem í hlut eiga. Að framangreindu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. Fyrri málsliður efnismálsgreinar 5. greinar orðist svo: þjónustuveitendur sem glíma við gildistöku þessa ákvæðis bjóða upp á viðskipti milli sýndarfjár, rafeyris og gjaldmiðla og þjónustuveitendur stafrænna veskja skulu óska eftir skráningu hjá fjármálaeftirlitinu samkvæmt lögum þessum eigi síðar en 1 mánuði frá gildistöku þessa ákvæðis. Og síðan er lagt til breytingum á 7. greinin eftirlitsgjaldið falli á brott. Ólafur Ísleifsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, styður þetta nefndarálit. Þorsteinn Víglundsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins
en skrifar undir nefndarálitið samkvæmt heimild í 4. gr. 18. gr. starfsreglna fastanefnda. Undir álitið rita Óli Björn Kárason, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, Brynjar Níelsson, framsögumaður, Þorsteinn Víglundsson, Bryndís Haraldsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Karl Liljendal Hólmgeirsson, Ásgerður K. Gylfadóttir. Máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, hér er að ræða frumvarp til þess að koma regluverki yfir svokallaðar rafmyntir sem að ríkisstjórnin vill kalla sýndarfé. Það má rífast orðanotkun seinna en það er rétt að athuga kannski í upphafi að það er engin mótfallin því að rafmyntir falli undir peningaþvættislöggjöfina enda er nákvæmlega engin stuðlað peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka eða nokkuð því líkt allavega hér á þinginu. En að þessu leytinu til þá bara fagna ég þessu frumvarpi enda hef ég verið alla tíð bara kallað eftir því, ekki alla tíð en ég hef kallað eftir því nokkra hríð að það verði búið til skynsamt regluverk utan rafmyntir, bæði til þess að hlúa að þeirri nýsköpun sem er að eiga sér stað, til þess að taka af allan vafa lögmæti rafmynta en líka til þess að tryggja einmitt misnotkun. Þannig að þetta er skref í rétta átt hvað það varðar. En vandinn er, og þetta er svona gagnrýni sem ég neyðist til að koma fram með á þetta frumvarp, er að þegar svona lög eru sett, sérstaklega sem lúta að nýrri tækni, þá verðum við að huga mjög vel og vandlega að því hvort að lögin geti haft ótilætlaðar aukaverkanir. Og ég tel að máli sé fyrir komið þannig að það geti haft mjög neikvæðar aukaverkanir. Og áhyggjurnar sem ég hef eru fyrst og fremst tvenns konar. Annars vegar er það tæknilegt álitaefni gildissviðið vegna þess að skilgreiningar sem eru notasvið eru ónákvæmar. Og annars vegar, hins vegar er það neikvæð áhrif sem getur orðið til vegna mistúlkunar fólks á lögunum á hugsanlegar og hvað áhrif það getur haft á hugsanlegar fjárfestingar á Íslandi. Og þá er ég fyrst og fremst að horfa til þess að það eru margir sem eru að koma til Íslands, erlendis frá fyrirtæki og hvaðina sem eru að stilla upp fyrirtækjum sem starfa í þessum rafmyntageira og þau fyrirtæki hafa augljóslega mjög miklar áhyggjur af því að regluverkið sé á einn eða annan hátt og því miður hefur gætt svolítið misskilnings með það bæði hvað er löglegt í dag, hvað er ólöglegt í dag og síðan mun það ágerast þegar þessi lög fara í gegn ef þeim er ekki breytt lítillega. Ég efast að þessi tvö atriði komi til með að verða að einhverju lagalegum álitaefnum fyrir dómstólum en hvort tveggja hefur töluverð áhrif á ásýnd Íslands fyrir þá sem eru að fjárfesta jafnvel hundruðum milljóna króna í uppbyggingu tengt þessu og hafa rennt hýru auga til Íslands og þá er ég nota bene að tala fullkomlega lögmæt fyrirtæki, ekki fyrirtæki sem eru að stunda nokkurs konar peningaþvætti. Og ég hef einmitt alveg sérstakar áhyggjur af því að þetta frumvarp virðist að koma fram með miklu hraði frá dómsmálaráðuneytinu að því virðist í tengslum við starfsemi örfárra fyrirtækja sem að hafa eftir því sem ég best veit lagt sig fram við að einmitt starfa á sem lögmætastan hátt. Þannig að það er svolítið eins og að sé einhver tilætlun að reyna að beita einhverjum refsingum hérna. En að setja lög sem takmarka peningaþvætti með þessum hætti kemur ekki til með að hafa mikil áhrif á peningaþvætti sem fer fram með þessum rafmyntum og það er vissulega tilfellið að peningaþvætti hefur farið fram með rafmyntum í gegnum tíðina en afleiðingin er kannski aðallega sú að ýmiss konar gögn sem eru geymd á svokallari bálkakeðju sem heitir á ensku með leyfi forseta blockchain að þau verði eftirlitsskyld gagnvart fjármálaeftirlitinu og það er jafnvel tilfellið ef þau eru ekki fjármálalegs eðlis og það er bara vegna þess að skilgreiningarnar sem notast við eru ónákvæmar og rangar. Og sem dæmi þetta væru snjallsamningakeðjur sem eru bara samningaréttarleg fyrirbæri sem eru geymd á opinberum stað. Það væri nafna- eða vörumerkjaskráningakeðjur eins og Namecoin og annað því líkt.
Það væru upprunavottunarkeðjur eins og svo sem Matvælastofnun og Advania eru að vinna í því að koma á til skráningar á lambaskokkum, sem áhugavert verkefni þó ég hafi ákveðnar áhyggjur af því að það muni verða bara dýrasti listi Íslandssögunnar. Síðan svokallað B2B viðskiptakeðjur sem bara fjalla viðskipti milli fyrirtækja og skuldastöðu milli þeirra, menntunar- og hæfnisvottunarkeðjur á borð við ODEM og fleira og fleira og fleira. Þannig að það alveg fullt af tilfellum þar sem verið að nota bálkakeðjur af þessu tagi en ekki í fjármálalegum tilgangi. Og það minn skilningur að hugsunin ekki að regla þessi fyrirbæri, en það ekki augljóst út frá skilgreiningunum sem verið að notast við. Og það náttúrulega augljóst að fjármálaeftirlitið á ekki að þurfa að standa í því að veita eftirlit með þessum hlutum, með til dæmis listum af lambaskokkum. Það væri tímasóun fyrir þá. Og kannski segir einhver, jú, fjármálaeftirlitið á augljóslega ekki að fylgjast með þessum hlutum, þannig að þau munu bara ekkert athafnast. En engu að síður þá hættan svo að þetta verði bara íþyngjandi lög og íþyngjandi aðgerðir stjórnvalda sem að koma í veg fyrir að fólk ráðist í að reka fyrirtæki af þessu tagi. Og já, það bara hreinlega best að við pössum upp á að í skilgreiningunum sem notast við, þá verði nákvæmur skilningur allra og deilt heilt yfir hvað verið að tala um. Þannig að skilningur minn frá ráðuneytinu og frá bara allri umræðu að þetta á ekki, jafnvel ef þetta fer í gegn óbreytt, þá á þetta ekki að ná til bálkakeðja sem ekki eru fjármálalegs eðlis. En varðandi athugasemdir ráðuneytisins sem að þetta ekki við, þá virðist þetta vera byggt svolítið á þeirri þreyttu og ótrúverðu venju í íslenskri lagahefð að lagaákvæði þýði það sem ráðuneytið meinti frekar en það sem raunverulega stendur í frumvarpinu. Og þetta þurfum við kannski að þola, en ef við ætlum að standa okkur betur í alþjóðaviðskiptum heldur en við höfum gert, þá betra fyrir okkur að hafa hlutina skýra og taka af allan vafa. Ein opin spurning sem kemur fram í frumvarpinu eða ætti að lesast út úr frumvarpinu hverjir það sem teljast vera þjónustuaðilar stafrænna veskja. Vegna þess að eins og skilgreiningin þá gæti það verið hugbúnaðarhús, það gæti verið gagnagrunarfyrirtæki, það gæti verið nýsköpunarfyrirtæki af hvaða tagi sem sem að nýta bálkakeðjutæknina til að fjármagna sjálfa sig eða til þess að bjóða upp á einhvers konar þjónustu. Það gæti líka verið einhvers konar svona bálkanámavinnslur eða það sem kallað með leyfi forseta á ensku blockchain miners, sem að í dag hafa fyrirtæki eins og Landsvirkjun og vissulega íslenska ríkið í gegnum skatta umtalsverðar tekjur af. Þannig að nú spurning hvort að þessi fyrirtæki komi til með að færa sig til annarra landa ef námavinnslan verður skráningarskyld eða allt í einu verður rosalega mikið þungt regluverk í kringum það að búa til það sem að í rauninni getur nægilega mótiveraður 15 ára krakki búið til heima á sér á örfáum klukkutímum. Að slíkt verði skráningarskylt eða eftirlitsskylt hjá fjármálaeftirlitinu í rauninni bara stenst ekki skoðun. Og þessir aðilar eru síðan neyddir til þess að viðhalda peningaþvættisathugunum gagnvart öllum sínum viðskiptavinum og í tilfelli hugbúnaðarhúsa sem eru kannski með fullt af viðskiptavinum af ýmsu tagi og þetta bálkakeðjuverkefni kannski eitt af örfáum og þá ég að hugsa til dæmis til fyrirtækja eins og Advania að þá allt í einu verður einhver minniháttar aðgerð að þeirra hálfu til þess að breyta öllu eðli starfseminnar hjá þeim. Og auðvitað það ekki tilgangur lagana en þetta hugsanlega auka afurð. Og undirliggjandi í öllu þessu þá þessi spurning ef þá að gera peningaþvættisathuganir á þessu svokallaða sýndarfé eða rafmyntum þá verður maður að spyrja, verið að segja með því að sýndarfé séu peningar? Vegna þess að ef svo ekki, þá held ég að það þurfi að skilgreina sýndarfé töluvert nákvæmar. Og ef svo þá held ég að það setja okkur á mjög skrýtnar slóðir hvað varðar bara almennt umræðu gjaldmiðla og hvernig þau virka.
Þess má geta að undir sömu peningaþvættislöggjöf falla fyrirtæki eins og bílasalar og fasteignasalar sem þurfa auðvitað að staðfesta viðskiptavinni sínu upp á ákveðnu marki. En það enginn sem gerir þá kröfu að sé gerð peningaþvættisathugun á húsum eða bílum, enda væri það óskynsamlegt og auðvitað ætti það sama gilda annan varning eins og syndarfé hugsanlega eftir því hvernig maður skilgreinir það. Þannig að þetta auðvitað flókið. Við erum að tala nýja tækni og bálkakeðja, þetta hljómar eins og einhverju galdrar en þetta í rauninni bara rosalega fancy listi. Þetta er listi nema aðeins flóknari. Þetta er listi af færslum þar sem hver færsla ásamt því að innihalda einhverju upplýsingar inniheldur dulmálsfræðilega samantekt á fyrri færslu og þannig að það sé erfiðara eða í rauninni ómögulegt að breyta færslum aftur í tímann með auðveldum hætti. Og stafrænt veski safn af einkalyklum, þar að segja dulmálslyklum, eiganda veskisins, en veskið inniheldur í rauninni enga eiginlega peninga eða sýndarfé, heldur bara lykil sem veitir aðgengi að ákveðnum færslum sem færslur sýna að hafi verið send til veskisins sem ræðir. Og skilgreiningin á bálkakeðju í frumvarpinu bara hreinlega tæknilega röng. Og það vantar svo alfarið skilgreiningu á hugtakinu stafrænt veski sem gerir það að verkum að það hægt að túlka það fyrirbæri á nákvæmlega hvaða hátt sem fólki dettur til hugar. Forseti, breytingatillögur nefndarinnar eru allar góðar og það bara fínt að það komi skýrt fram. Ég vil bara þakka efnahags- og viðskiptanefnd fyrir að vinna málið með ágætis hætti og taka tillit til margra af þeim athugasemdum sem komu. Ég gagnrýni það svolítið að þeir hafi tekið dómsmálaráðuneytið alveg trúanlegt í öllu, en flækjurnar eru margar og við verðum bara að vanda okkur vel. Þannig að ég tek undir það allar og ég vil meina að með því náist laga flest, en þó ekki alltaf því sem að. Ég hef lagt fram til skrifstofu þingsins og það kemur væntanlega til útbýtingar breytingartillögur sem snúa að því að bæta úr þessum annmörkum sem eru á málinu og þær eru ekki umfangsmiklar, þetta eru pínlitlar lagfæringar. Það þarf lítið til þess lagat og ég vona að þær breytingartillögur verði samþykktar enda eru þær bara byggðar á tæknilegri þekkingu og skynsemi, held ég, vil ég allavega meina. En verði þær ekki samþykktar þá mun ég fara fram á að máli verði tekið inn til nefndar milli 2. og 3. umræðu vegna þess að ég vil endilega reyna að mjaka sér rétt átt vegna þess að þetta fyrsta skipti sem við erum að setja lög þessa tækni og ef við gerum það rangt þá mun það skapa mjög vont fordæmi. Þeir hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestar. Tekið fyrir 8. dagskrármálið virðisaukaskattur stjórnarfrumvarp mál 562 á þingskjali 885, nefndarálit á skjali 1102 önnur umræða. Til máls tekur formaður efnahags- og viðskiptanefndar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingar á lögum virðisaukaskatt númer 50 frá 1988 fyrir hönd efnahags- og viðskiptanefnd sem fjallaði málið og fékk á sinn fund fulltrúa frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og ríkisskattstjóra. Í frumvarpinu í fyrsta lagi kveðið á breytingar á lögum virðisaukaskatt varða kaup á sölu og vöru og þjónustu milli landa, samanber 1. og 5. grein frumvarpsins, en núgildandi ákvæði laganna þar að lútandi eru komin til ára sinna vegna örra tækniframfara og breyttra viðskiptahátta. Breytingarnar byggjast einkum á skýrslu starfshóps kaup og sölu á vöru og þjónustu milli landa, en í þeim felst sú meginregla að skattlagningar staður og veitingu þjónustu í milliríkjaviðskiptum verði þá staður þar sem neysla þjónustunnar á sér stað út frá búsetu kaupanda þjónustunnar. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar á ákvæðum rafræna sölu og áskriftir á tímaritum og fréttablöðum í samræmi við tillögu nefndar bætt rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Sala rafrænnar útgáfu tímarita og blaða færð niður í neðra þrep virðisaukaskatts líkt og gert var við rafræna bækur og rafræna útgáfu
tónlistar með lögum nr. 121/2011. Í þriðja lagi í frumvarpinu kveðið á að rekstraraðilum fólksbifreiða sem fengið hafa sérstakt leyfi Samgöngustofu til farþegaflutning í ferðaþjónustu, samanber 10. grein laga um farþegaflutning og farmflutning á landi nr. 28/2017, verði heimilt að telja skatt á aðföngum vegna þeirra viðskipta sem innskatt. Að framansögðu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Ólafur Ísleifsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, styður þetta nefndarálit. Þorsteinn Víglundsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir nefndarálitið samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fasta þingsins. Undir álitið skrifa sá sem hér stendur, Óli Björn Kárason, Þorsteinn Víglundsson, Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Karl Liljendal Holmgeirsson og Ásgerður K. Gylfadóttir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 9. dagskrármálið Fiskræktarsjóður stjórnarfrumvarp mál 433 á þingskjali 616, nefndarálitaskjali 1096, önnur umræða. Til máls tekur formaður atvinnuveganefndar, háttvirtur 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Virðulegur forseti, ég flyt hér nefndarálit með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum um Fiskræktarsjóð og það gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna og fleira. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Jóhann Guðmundsson og Sigríði Norðmann frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu ásamt fleiri gestum. Með frumvarpinu er lagðar til breytingar á lögum um Fiskræktarsjóð. Umræddur sjóður er skipaður 5 mönnum og hefur það hlutverk að veita lán eða styrki til verkefna sem þjóna þeim markmiðum að efla fiskrækt, bæta veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum og auka verðmæti veiða úr þeim. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum í þá veru að stjórn sjóðsins verði skipuð 4 mönnum í stað 5 og að nokkur ákvæði laganna falli á brott. Það er hluti 4. greinar ráðstöfunarfé sjóðsins, ákvæði 5. greinar gjald af veiðitekjum, ákvæði 6. greinar álagningu og innheimtu gjalds af veiðitekjum, ákvæði 7. greinar sem fjalla lágmarksfjárhæð eigin fjár og 10. grein viðurlög. Verði frumvarp að lögum þurfa veiðiréttareigendur ekki lengur að greiða í sjóðinn en áfram verður úthlutað styrkjum með hliðstæðum hætti og verið hefur undanfarin ár þar til sjóðurinn tæmist. Við umfjöllun málið kom fram sú athugasemd að eðlilegra væri að haga framtíðarfyrirkomulagi sjóðsins með öðrum hætti en kveðið er á í frumvarpinu. Fram kom það sjónarmið að óeðlilegt væri að fækka fulltrúum í stjórn og halda áfram jafnframt að greiða út úr sjóðnum líkt og gert hefur verið. Auk þess var bent á að framlag hefði komið í sjóðinn úr jarðasjóði með ákvæði til bráðabirgða við lög 72/2008. Nefndin bendir á að í framlaginu úr jarðasjóði eingreiðslu hafi falist bætur fyrir það að greiðslur frá seljendum raforku lögðust af. Nefndin bendir á að með lögum sem samþykkt voru 9. maí síðastliðinn voru gerðar breytingar á lögum um Fiskræktarsjóð og því leggur nefndin til að 2. grein frumvarpsins falli brott. Ásmundur Friðriksson og Smári McCarthy voru fjarverandi afgreiðslu málsins og nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu og hún hljóðar svo: 2. grein falli brott. Og undir þetta skrifa sú sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir,
Inga Sæland, Halla Signý Kristjánsdóttir, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Njáll Trausti Friðbertsson og Sigurður Páll Jónsson. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, svo er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, stjórnarfrumvarp, mál 202 á þingskjali 281, nefndarálit á þingskjölum 1086 og 1127, framhaldsnefndarálit á þingskjali 1159, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta velferðarnefndar, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég mæli hér með leyfi forseta fyrir nefndaráliti með breytingartillögu og framhaldsnefndaráliti með breytingartillögu í lagafrumvarpi um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Ástæða þess að hér eru tvö nefndarálit frá meirihluta nefndarinnar er að það hefur farið fram mikil og góð umræða innan nefndarinnar þetta mál og með dyggri hjálp formannsnefndarinnar hefur gengið ágætlega að ná sameiginlegri lendingu í þessu máli og af þeim sökum eru þessi tvö álit. En í grunninn, ég ætla nú ekki að fara að lesa nefndarálitin frá orði til orðs, en í grunninn þá er hér mál að ræða þar sem að er setta reglur heimild til sölu og markaðssetningar á rafrettum og áfyllingar fyrir þær. Þetta mál er ekki nýtt af nálinni, hefur verið rætt áður hér á þingi og í vinnu nefndarinnar komu fram fjölmargar umsagnir og fjölmargir gestir. Ég held að það sé mikilvægt að taka það fram hér aftur í upphafi umræðunnar að nefndin lagði í sameiningu á sig mjög mikla vinnu í þessu máli undir forystu formanns sem að mínu viti skilar ágætri niðurstöðu í þessu máli og tekið tillit til margra þeirra athugasemda og áhyggjuefna sem upp komu undir umræðunni innan nefndarinnar. Nálgun meirihlutans og þá erum við að tala hér nefndarálit meirihlutans með breytingartillögu. Nálgun meirihlutans er í rauninni fyrst og síðast á þann veg að þar sem eru gerðar breytingar á frumvarpinu eða frá frumvarpinu eins og var lagt fyrir er fyrst og fremst verið að einblína á að reyna með öllum mögulegum ráðum að auka vernd barna og tryggja með öllum tiltækum ráðum að reynt sé að forðast það að aukning verði á neyslu barna og ungmenna á rafrettum eða vökvanum, veipinu. Og það er svona andinn í því sem við erum þar að segja. Það
hefur nefnilega komið fram svona undir allri þessari umræðu, þá komið fram gögn og rannsóknir og skýrslur frá fjölmörgum aðilum og ýmsir gestir lýstu áhyggjum sínum af því að það virtist vera að gerast á Íslandi, sem er kannski ekki alveg eins og í nágrannalöndum okkar, að minnst að þau gögn sem liggja fyrir benda til þess að íslenskir unglingar einhverju hluta vegna noti rafrettur í meira mæli án þess að hafa nokkuð tíma reykt heldur en jafnaldrar þeirra í öðrum löndum. Við vitum ekki skýringuna á þessu og það hefur verið kannski af einhverju viti og kannski svona af brjóstviti verið kastað fram hugmyndum skýringar á því, en ég ætla ekki að fara út í þær hér. Við látum það liggja á milli hluta. Nefndin gerir allnokkrar breytingartillögur eins og koma fram í nefndaráliti annars vegar meirihlutans og hins vegar framhaldsnefndarálitinu. Þar eru kannski veigamestar, myndi ég telja, breytingartillaga annars vegar lýðheilsusjóð, að hluti af söluandvirði renni í lýðheilsusjóð. Það er meðal annars gert til þess að mæta því markmiði sem kemur fram í frumvarpinu að efla fræðslu með tilliti til þessa. Og það er að mörgu leyti óábyrgt að ætla þá ekki að það komi fjármunir inn til þess að standa straum af kostnaði við þá fræðslu sem kynni að vera. Þetta er kannski einna veigamesta breytingin. Ég geri ráð fyrir að framsögumaður minnihluta, hv. formaður velferðarnefndar, gerir svo grein fyrir breytingartillögum minnihlutans. Margar þeirra eru algjörlega ásættanlegar og ég geri ráð fyrir að við í meirihlutanum munum styðja við margar þeirra, enda eins og ég nefndi áðan, verið ágætis samstaða í nefndinni þrátt fyrir allt þetta. En ákvæði eins og til að mynda skammtastærðir og bragðefni og þess háttar, nefndin komst að þeirri sameiginlegri niðurstöðu eftir töluverðar umræður að líklega færi best á því að slíkum ákvæðum væri komið fyrir í reglugerð og er það lagt til af öllum fulltrúum nefndarinnar í framhaldsnefndarálitinu. Undir álit meirihlutans, bara til að gæta formsins, rita Ólafur Gunnarsson framsögumaður, Andrés Ingi Jónsson, Ásmundur Friðriksson, Halla Signý Kristjánsdóttir og Vilhjálmur Árnason með fyrirvara. En undir framhaldsnefndarálitið rita allir nefndarmenn hv. velferðarnefndar, það er að segja Halldóra Mogensen formaður, Ólafur Gunnarsson framsögumaður, Andrés Ingi Jónsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ásmundur Friðriksson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Halla Signý Kristjánsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Til máls tekur framsögumaður minnihluta velferðarnefndar, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, við ræðum hér frumvarp til laga rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Ég ætla ekki að reifa nefndarálit minnihlutans sérstaklega, það liggur fyrir á vef Alþingis og getur fólk lesið það, en þar koma fram í raun og veru það sem að minni hluti nefndarinnar hefði helst vilja ná í gegn, en það hefur náð ofboðslega góð samstaða sum atriði og er ég mjög sátt við hvar við höfum endað með þetta. Þetta er frumvarp sem kom fyrst inn til meðferðar þingsins frá heilbrigðisráðherra í febrúar og hefur vinna við málið staðið yfir síðan. Velferðarnefnd hefur fundað oft málið og fjöldi umsagna barst og þá komu fyrir nefndina margir gestir og sumir erlendis frá með sérhæfingu í rafrettum og notkun þeirra. Og má þar nefna Lindu Bolt og professor John Britton og var ótrúlega bara gott fyrir vinnuna að fá þessa aðila á fund nefndarinnar til þess að lýsa og deila með okkur sinni sérþekkingu á þessu máli. Nokkuð tíma hefur tekið að ná sátt í málinu en fyrir liggja 3 nefndarálit, eitt þeirra frá meirihluta nefndarinnar, eitt frá minnihluta og svo framhaldsálit. Öll hafa þessi nefndarálit að geyma tilteknar breytingartillögur sem nauðsynlegt er að líta til. Nú liggur fyrir sátt lyktir þeirra breytingartillagna en lagðar hafa verið til.
En í því skyni að ná fram sem bestri niðurstöðu fyrir alla hlutaðeigandi eru nokkrar breytingartillögur sem ég vil víkja hér sérstaklega að. Þar má fyrst nefna þær breytingartillögur meirihlutans sem hafa þegar verið felldar út. Þar má fyrst nefna bann við auglýsingum á netsíðum og samfélagsmiðlum, en samstaða náðist að slík takmörkun væri of víðtæk og ákveðið að hún skyldi felld út. Þá vil ég víkja sérstaklega að breytingartillögu að bann skyldi vera við bragðefnum sem höfði sérstaklega til barna og ungmenna. Rök mætti færa fyrir því að flest eða öll bragðefni gæti á einhvern hátt höfða til barna og gæti slíkt bann því haft í för með sér afar víðtækar afleiðingar hvað varðar aðgengi að nikótínvökva. Ákveðið var að í stað þess að setja bann við slíkum bragðefnum að veita ráðherra heimild í reglugerð til að setja tilteknar reglur hvernig markaðssetningu skyldi háttað og að hægt væri að breyta umbúðum ef þær væru sérstaklega hannaðar til þess að höfða til barna. Þá mögulega væri eitthvað sem heitir húpa-búpa vökvi myndi þá heita eitthvað annað til þess að það myndi ekki höfða til barna. Með því öryggi barna tryggt en á sama tíma stuðlað að því að allir sem þurfi geti haft aðgang að þeim vökva sem þeir kjósa. Enda hefur komið fram í máli sérfræðinga sem komið fyrir nefndina að bragðefni eru mikilvægur þáttur í því að laða reykingarfólk að rafsígarettum og styrkir því rafretturnar, ekki rafsígarettur, rafretturnar, styrkir því rafretturnar sem skaðaminnkunarúrræði fyrir reykingarfólk og það er bara mjög mikilvægt. Það er ekkert sérlega gott bragð af nikótíni. Ég efast að nokkur maður hafi áhuga á að veipa pjúra nikótín án nokkura bragðefna. Þá verði samþykkt breytingartillaga í þess efnis að skilgreiningunni á rafrettum verði breytt til að vera ekki víðtækari en nauðsyn er. Það kemur fram í nefndaráliti minnihlutans að það eigi að breyta skilgreiningunni og það verður samþykkt og náðist samstaða að gera það. Hvað varðar stærðir áfyllinga og tanka var það álit minnihlutans að þær stærðir sem nefndar voru í frumvarpinu væru of íþyngjandi fyrir notendur rafretna. Þannig væri 10 ml áfyllingar mjög litlar og til þess fallnar að minnka öryggi, auka kostnað neytenda og auka plastmengun. 2 ml tankastærðir væru of litlar enda væru flestar rafrettur í dag með stærri tanka. Sátt náðist að ekki væri þörf á því að setja slíkar stærðartakmarkanir inn í lög en að rétt væri að heimila ráðherra að setja slíkar takmarkanir síðar ef að brýn nauðsyn myndi krefja. Og í framhaldsáliti nefndarinnar er lögð áhersla á að ráðherra setji ekki slíka reglugerð nema nauðsyn krefji og þá einungis þegar og ef alþjóðlegar skuldbindingar Íslands gerir nauðsyn það. Og ég býst við því og sá að ráðherra bað orðið og hún mun koma hér upp í andsvör við mig til þess að skýra afstöðu sína varðandi stærðartakmarkanir og reglugerðarheimildir sínar. Að ekki verði farið í þá vinnu að takmarka þessar stærðir nema Ísland beri skylda til þess samkvæmt alþjóðalögum. Nú það svo að sú tilskipun sem lög þessi byggja á hefur ekki verið tekin upp í sameiginlegu EES-nefndina og hvílir því ekki bein lagaskylda á Íslandi til að innleiða slíkar stærðartakmarkanir. Það er möguleiki að þær verði endurskoðaðar á komandi misserum og er það mín von að svo verði, enda afar mikilvægt að tryggja að aðgangur notenda að úrræðinu sé tryggður. Minnihluti nefndarinnar lagði einnig til að gerð yrði sú breyting á frumvarpinu að fellt væri út bann við notkun rafretna í þjónustustýrimum félagasamtaka og fyrirtækja. Sátt náðist að fella út bann við notkun rafretna í þjónustustýrimum fyrirtækja enda hafa ekki farið fram rannsóknir sem sýna fram á að nokkur skaði geti hlotist af innöndun gufu úr rafrettum. Því myndu takmarkanir á því hvort að nota mætti rafrettur í þjónustustýrimum einkafyrirtækja teljast óþarflega íþyngjandi. Hvað varðar veitingastaði og skemmtistaði er mín skoðun sú að bann við notkun rafretna á slíkum stöðum myndi vera of íþyngjandi. Því mun ég og Píratar kjósa gegn þeirri breytingu en það mun vera kosið sérstaklega það. Enda er þetta kurteisisatriði frekar en heilsutengt og ættu eigendur skemmtistaða að fá ákveða þetta sjálfur. Þegar við setjum lög á borð við þessi sem hér eru til umræðu er afar mikilvægt að við gætum jafnvægis á milli þeirra hagsmuna sem liggja undir. Ég kannski minnist einnig á það að sú breyting verður gerð að það verður leyft að reykja í fangelsum til dæmis sem er líka mjög mikilvægt. Það er rétt að það er mikilvægt að vernda börn sem aldrei hafa notað tóbak frá því að byrja að nota rafrettur en það er ekki síður mikilvægt að það sé boðið fjölbreytt úrræði fyrir þá sem vilja hætta tóbaksreykingum þannig að það verður að gæta jafnvægis á milli þessa tveggja atriða. Rafrettur eru í eðli sínu skaðaminnkandi úrræði og við verðum að standa vörð það sem slíkt. Of íþyngjandi löggjöf myndi gefa röng skilaboð til þeirra sem eru að íhuga að skipta yfir í rafrettur og má alls ekki leggja rafrettur að jöfnu við tóbaksreykingar. Það myndi einfaldlega koma niður á lýðheilsu landsmanna.
Því fagna ég því að við höfum náð að gera nauðsynlegar breytingar á þessu frumvarpi sem muni tryggja aðgengi notenda að þessu mikilvæga úrræði sem rafrettur eru. Og mig langar þess að þakka sérstaklega ráðherra og nefndinni og hv. Þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni fyrir bara ofboðslega að taka vel á móti þessum breytingum og fyrir að vinna þetta mál á þennan hátt og ná þessari lendingu. Ég tek það kannski fram einnig að nefndarálit minnihlutans sem að fór lengra og var með aðrar breytingartillögur sem að við náðum ekki að semja um. En þar þeir sem voru með á því áliti voru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson og sú sem hér stendur. Þá veitir andsvar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sína framsögu og nota tækifærið hér þegar að samningar hafa náðst þinglok að þakka henni og hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni og öðrum nefndarmönnum fyrir afar góða vinnu í flóknu máli. Og það kann að vera að einhverjum finnist þetta ekki vera stærsta mál þessara þingloka, en þetta er stórt mál fyrir þann hóp sem að notar rafrettur. Og þetta er stórt samfélagsmál á svo mörgu leyti. Ég vil geta þess hér, þó að hv. þingmaður hafi næstum því boðað það andsvar sem að ég ætla að fara með hér og orðaði það líka að sumu leyti betur heldur en ég mun gera sjálf, að segja frá því að það er algjörlega skýrt að það liggur fyrir að það er engin ástæða til þess að setja reglugerð á grundvelli laganna tankastærðir fyrr en gerðin hefur verið tekin upp í EES-samninginn. Og það er auðvitað ekki vitað hvenær það verður, en reglugerðin sem yrði þá sett af þeim ráðherra sem að þá gegnir embætti heilbrigðisráðherra tæki mið af stærðunum sem þar verða niðurstaðan. Þannig að ég vildi, virðulegur forseti, að þetta lægi algjörlega fyrir hér, þannig að það orkaði ekkert tvímælis með það í hvaða röð hlutirnir gerast hvað þetta varðar og ég tel að þetta sé farsæl niðurstaða hvað varðar þetta álitamál sem kom hér upp og var strax rætt hér við fyrstu umræðu málsins og vænti þess að þetta verði enn frekar til þess að sátt geti ríkt afgreiðslu og niðurstöðu málsins í heild. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Þórðardóttir. Frú forseti, ég er sorgmædd yfir þessu máli öllu og hvernig það hefur leitt til lykta. Í dag stendur langlíklegast til að setja í lagabókstaf Íslands ósamþykkta tilvísun frá Evrópusambandinu veip. Mál sem er það nýtt af nálinni í skaðaminnkun hvað varðar tóbaksreykingar að þegar það kom fyrst inn í þetta hús til vinnslu að þá viðurkenndu margir fyrir mér að þeir hefðu ekki hundsvit á málinu. En innan þessara veggja hinna virtustu stofnunar Íslands hefur heldur betur verið í boði að afla sér þekkingar ofar þeirri sem myndi teljast að hafa hundsvit á málinu. Færustu sérfræðingar hafa komið og lýst yfir skoðun sinni og afstöðu og reitt fram vísindalega niðurstöður og rannsóknum veip. Það hefur verið horft til hins besta í þessum málum. Erlendir sérfræðingar hafa komið sérstaklega til Íslands bara til þess að ræða þetta mál við vinnslu Alþingis á nefndasviði. En það hefur því miður ekki verið hlustað á þessa sérfræðinga og vísindamenn. Og það hefur heldur ekki verið hlustað á háværar raddir veipara í samfélaginu. Háværar raddir sem hafa sendt, fólk sem er að senda tölvupósta, mótmæla, reyna að fá einhvers konar áheyrn vegna þess að þetta er eins og áður segir mál sem er mjög nýtt af nálinni og er eins og nýtt land sem ennþá er verið að átta sig á. Auðvitað er skiljanlegt að menn vilji stíga varlega til jarðar hvað varðar börn og notkun þeirra á þessari tækni. Ég fullan skilning á því. Hins vegar er mjög mikilvægt að kasta ekki barninu út með baðvatninu. Það hefur eiginlega ekki verið hlustað á almennar skynsemisraddir í þessu máli.
Ég veit vel að hér ekki verið að banna veip. Hins vegar sannarlega farið þetta í gegn í dag. Verið með lagasetningu að setja grjót í götu heilbrigðisbyltingar. Skaðaminnkandi úrræðis sem hefur komið eins og himnasending fyrir læknisfræðina og fyrir þúsundir íslenskra fyrrverandi reykingamanna. Grjót í götu skaðaminnkandi úrræðis sem ég ætla að leyfa mér að fullyrða að hafi þann möguleika að bjarga ótal mörgum íslenskum mannslífum. Þess vegna, það er svo mikilvægt að horfa á heildina í þessu máli. Þetta snýst ekki bara um veipara, ekki bara um reykingamenn. Þetta snýst um samfélagið allt og fólk sem við elskum og tæki og tækni og tól sem hefur sannarlega vísindalega verið sýnt fram á að dregur úr líkum stórlega þess að þetta fólk, að þessir ástvinir okkar hljóti sjúkdóma og deyi af völdum sjúkdóma. Ég ætla að endurtaka sem ég sagði hérna upp í pontu daginn. Krabbameinslæknir á heimsmælikvarða sagði við mig: ef það væri hægt að láta alla reykingamenn færa sig yfir á veip, þá hélt hann því fram að við myndum sjá tölurnar tíðni krabbameins lækka svo stórkostlega að við myndum ekki vita hvaðan á okkur stæði veðrið. Þetta fullyrti hann. Hann lofaði mér þessu. Og að meðan að ég sannarlega tek undir orð háttvirts formanns velferðarnefndar, Halldóru Mogensen, og fagna þeim þó samstarfsvilja sem að ráðherra og aðrir nefndarmenn hafa sýnt í þessu máli og hafa haft samtal við okkur, að þá það sárara en tárum taki að heilt yfir hefur þetta mál sem varðar mannslíf verið unnið hér innan veggja Alþingis á pólitík en ekki vísindum. Næstu tekur til máls hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Já, virðulegi forseti, þakka þér fyrir það. Ég hef alltaf haft miklar efasemdir þetta mál, eins og gefur að skilja, enda óánægð almennt með boð og bönn í staðinn þess að einblína á forvarnir, sama hvað rætt, og sérstaklega kannski með efasemdir hér í ljósi óljósra skaðsemi rafrettna. En slíkt frumvarp sem hér auðvitað Evrópureglur að ræða og mikilvægt að finna lausn á henni, og ég vil þakka hv. nefndarmönnum og formanni hv. velferðarnefndar fyrir góða vinnu í þessu máli, og ég tel að hér sé að koma ýmsar breytingartillögur sem gera það að verkum að frumvarpið gangi skemur. Ég sagði eitt sinn að mér fyndist frumvarpið sem kom hér í fyrra, sem gekk allt of langt, vera svo langt frá einhverju meðalhófi, hvernig ætti að setja reglur eitthvað í fyrsta sinn sem óljós skaðsemur að ég líkti því við að við værum að drepa rjúpu með sprengju. Og það einhvern veginn upplifun margra af því að þetta mikið gott tæki fyrir svo marga sem eru að hætta tóbaksreykingum á sígarettum. En ég skil auðvitað líka önnur sjónarmið sem hér uppi, og ég tel að það sé margt hér til bóta og ánægjulegt sérstaklega að heyra frá hæstv. Ráðherra að hann ætli ekki í íþyngjandi reglugerð hjá sér áður en niðurstaða ESB liggur fyrir endanlega skammtastærðir og annað slíkt. Það þó ein breytingartillaga sem ég get ekki fellt mig við, og það bannið varðandi veitingastaðina. Ég tel að við getum, ef við ætlum að treysta einkaaðilum fyrir hlutum eins og að ráða hvort það sé hundur eða köttur á veitingastaðnum þeirra, að þá við líka geta treyst þeim hvort að það séu fólk með rafrettur eða ekki. Og fólk ákveður þá bara sjálft hvort það vill sækja þá staði sem leyfa slíkar rafrettur eða sækja þá staði sem banna slíkar rafrettur. Við hljótum að geta treyst fólki fyrir því. Þannig að ég mun leggjast á móti þeirri breytingartillögu. Það engin ástæða til að ganga lengra en tilskipunin segir til
og vona að fólk hugsi aðeins það hversu langt við ætlum að ganga í máli þar sem óljós skaðsemin sé talsvert ennþá óljós. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Útbýtt á fundinum þingskjali 1152 synjun Skipulagsstofnunar á tillögu sveitarstjórnar að aðalskipulagi fyrirspurn flutningsmaður Teitur Björn Einarsson. Þingskjali 1173 þjóðarsátt bætt kjör kvennastétta nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjali 1174 skattleysi uppbóta á lífeyri þingsályktunartillaga flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson og fleiri. Þingskjali 1180 kjararáð breytingartillaga Jón Þór Ólafsson. Þingskjali 1181 íslenskur ríkisborgararéttur barnalög breytingartillaga Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Nú verður fundi frestað. Fundi er frestað til 16:30.